Já, komið þið sæl, sunnudagur og sínir Egils. Hér í seinni hlutunum allar Gunnar Smári að fara á heimsóknarflakk með fyrirverandi utanríkisráðherra og sendera, Jóni Baldvin Hannibalssyni. En við ætlum að byrja hér á vettvangi dagsins og það er Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttakona og Kjartan Sveinsson, formaður Landssamband smábátaeigenda. Verið velkomin. Takk. Byrjum á því nýjasta. Það er niðurstaðan í hvað, þetta flokksval eða prófkjör Samfylkingar í gær. Kom þetta óvart? Já, ég mér fannst mér fannst alveg koma óvart þannig. Maður vissi ekkert alveg hvernig það myndi leggjast en en greinlega svona afgerandi sigur hjá Pétri Hafliða Martínsinni, frænda mínum. Við erum 4 menningar eða eitthvað. En þetta er greinilega mjög afgerandi og athyglisvert líka að sjá hvað það tókst að smala mörgum þannig í aðdragandunum og þetta verður bara spennandi að sjá hvernig síðan fer. Ég held reyndar í kosningunum í vor að þá verður kannski mest spennandi að sjá hvað flokkur verður þarna í þessari lykilstöðu sem er oft ekki kannski stærsti eða næststærsti flokkur, heldur sá sem er kannski þriðji stærstur, sem er þeirri stöðu geta mynda meirihluta. Og ég myndi svona einhvern veginn gíska að það yrði kannski Viðreisn eða Miðflokkur og það held ég segja svolítið til hvort að verði myndaður þá meirihlut til hægri eða vinstri. Og nú náttúrulega er ekki en þá að vita hver fer þarna fyrir Miðflokkinn. Þeir segist alltaf bíða og sjá allir eru komni með sitt lið. Ég sá eitthvað lítið viðtal við Björn Inga Hrafnsson sem er hann hefur fengið það verkefni að finna fólk í framboð. Akkurat. Þetta verður bara mjög spennandi að sjá og svo náttúrulega eru þannig einhverja fylkingar inn í samfylkingunni eins og kannski verður flestum öllum flokkum og þetta er greinilega afgerandi afstaða fólks að Pétur er sá sem þeir vilja tefla fram. Já. Ég held að segja líka vor til vinstri, það kemur til greina hann. Já, ég er að segja, ég held að þessi flokkur sem lendir í ottast, eða hvað kallast það, þú veist, það verði sá sem er rauninni. Eins og að var núna bara þegar þessi meirihluti var myndað, þá var það bara flokkur fólksins. Já. Eina sem að hún alltaf fara að mynda meirihluta til hægri og þá kom Inga og tóða hana tilbaka. Þannig að það var bara einn borgarfulltrúi sem réði af eða á. Já, einmitt. En Halla, hvernig fannst þér þetta? Já, þetta var bara forvitnilegt að fylgjast með þessu og náttúrulega snar stækkaði þetta Reykjavíkurfélag í aðdragandanum og svona er oft svolítið erfitt fyrir flokka þegar þegar það er svona utanaðkomandi. Já, að leiði þetta mjög spennandi og það líf og þetta var náttúrulega glæsilegt PR að vera með hálfan fréttatíman bara í beinu útsendingu frá Iðnó og litirnir allir og allt svona voðalega vel úthugsað greinlega. En ég er náttúrulega fyrst og fremst að fylgjast með þessum sveitarstjórnarmálum með áhuga /þráhyggju fyrir þeim málum sem varða launafólk og þeim málum sem við höfum verið að setja í oddinn eftir síðustu kjarasamninga og þá hef ég verið að horfa náttúrulega á sig hita á rafmagn og þau mál, gjaldskrármál og þá sérstaklega leikskólamál og svo húsnæðismál og mér fannst það var ekkert rosalega mikið svona málefnalega umræðu í þessu prófkjöri samfylkingarinnar. Fólk var ekki mikið að segja þetta er það sem ég stend fyrir og leggja áherslu á þetta. Með samt svona ákveðnum undantekningum og hún Steinunn Gyða Guðjónsdóttir sem vinnur þarna mjög afgerandi sigur að hún tók leikskólamálum föstum tökum og sem var áhætta vegna þess að það er málaflokkur sem er búið að setja inn í einhvern rosalega átakafarveg. En hún tók hann og stóð með vinnandi foreldrum að mínu mati, en líka auðvitað starfsfólki í leikskóla og en svona þessu samfélagslega hlutverki í leikskóla og samhengi við vinnumarkað. Og það gladdi mig mjög að sjá að hún skildi fá brautargengi vegna þess að ég held að þetta er svona mál sem að skiptir okkur mjög miklu máli í VFR. Við erum þetta stærsta stéttarfélag ungs fólks á Íslandi og það er mikil hiti vegna þessara tillagna Reykjavíkurborgar að hækka álögur á vinnandi foreldra og og ég lít svo á að núverandi meirihluti sé smám saman að missa umboð til þess að ráðast í þær breytingar og það sé miklu hreinlegra að fara þá með það mál inn í kosningar. Kjartan? Já, ég veit ekki hvað skal segja ég veit ekkert Pétur, ég þekki hann ekki neitt og það verður bara komið ljós hvað
hvaða áherslur hann með og ef það eitt sem ég veit þá það sko það sem að pólitíkus að segja í kosningabaráttu kannski ekki besta mælistikan á það hvað mann þeir hafa geima sko en en mér finnst kannski það sem svolítið alvarlegt í þessu þetta að hvað 3000 manns sem að skrá sig til að taka þátt í prófkjörinu. Mér finnst það ólýðræðislegt og mér finnst það ekki góðs viti sko. Og svo verður bara að koma í ljós hvað gerist. Ég meina, ekki Sjálfstæðisflokkur og Samfylking með samanlagt, þeir fengi meirihluta samanlagt sko. Þannig að allir sé mikið að horfa fram á það. Eitthvað svoleiðis. Og mér finnst sko, það sem að mér finnst Samfylkingin hafa klikkað mest á það eru skipulagsmál í borginni og til dæmis þetta mál sem í gangi núna í Vesturbugt alveg bara fyrir neðan allar hellur framganga borgarinnar í því sko og þú þekkir þetta nú líka fjallaðu með þetta. En það verður náttúrulega þægilegt, kannski þægilegra fyrir þau auðveldara að fara með nýjan mann. Þau eru búin að vera lengi við völd, ég meina hvað þetta komið 30 árið, þetta alveg ofboðslega langur tími og það kannski bara svona þægilega að fara inn í baráttuna með mann sem hefur ekki verið að áður af því að það verður auðvitað mikil kritík á það sem betum að fara og Heiða náttúrulega búin að vera inn í því þannig að þetta er kannski að hafa hann Pétur sem nýjan oddvita svona ákveðin endur nýjun sem kannski hjálpar til. En það er sann mikilvægt að standa með sjálfum sér sko í svona, mér finnst það, þú veist, að standa með því sem að þú hefur gert vel og það sé ekki bara eitthvað svona nýtt andlit og bara 9 tímar, þú veist, þú verður minnst flokkandi þurfa að standa með sjálfum sér sko og að hitti mjög freistandi bara láta eins og bara allir sé að koma nýjar á borðinu en það er ekki þannig og þá verður það líka að segja hvað standa fyrir sko og hvað alltaf að gera í skipulagsmálunum öðruvísi en hinnir, það er náttúrulega rosalega auðvelt að benda allt sem þið fer það er mjög margt en síðan eru þetta líka margt sem er vel gert í Reykjavík og ég held að sé svona veist, já, ég held að það málaflokkarnir og þurfa svolítið að njóta sannmælis. Já. Ég hugsa að ný samfélking sem þá samfélking Kristrúnar hafi metið að það var ekki sigurstranglulisti að vera með Heiðu. Ekki endilega út af því að samfélkingin vilji fara einhverja allt aðra leið í pólitíkinni. Heldur vegna þess að meirihlutin hafi mist svona trúnað gagnvart borgarbúum. Og þess vegna væri nauðsynlegt að eins og rættum hér að koma með nýtt andlit og til þess að samfélkingin geti fengið svona ferska byrjun aftur, annan séns eða ég veit ekki hvernig Pétur talaði alltaf að Reykjavík væri frábær borg og svona almennt að gefa stjórn R-listans og samfélkingarinnar undanfarin 32 ára eða eitthvað, góða einhvern, þannig að hugmyndin er ekki svo að breyta mikið, svo nefndi hann eitthvað svona og ég heyrði það líka hjá ungliðunum og maður heyrði alltaf í kringum þetta fólk í kringum sko Kristrúna svona hægri tal svona áherslu á rekstur og þetta virki og tala svolítið eins og Viðreisn gerir oft. Ég heyrði engar áherslur á sko leikskóla eða uppbyggingu á húsnæði fyrir þá sem eru í húsnæðiskreppu. Aldrei talað alla leiguliðana sem eru okurleigu í borginni. Voðalega lítið talað það. Þetta er svona átsett sjóin, svolítið blerismi sem fylgir svolítið Kristrúnar samfélkingunni. Að við erum smartari, skemmtilegri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Og þið geta alveg treyst okkur, þú veist að við getum farið vel með fé sem er svona eitthvað gamalt sem ég skil ekki á hverju ennþá á dagskrá á Íslandi. Því að ef einhverju hafa farið illa með fé á Íslandi þá eru það hægramenn sko. Það er svo fólk hafi ekki upplifað sko hrunið og allt það. En það samt alltaf vinstri að reyna að svara því að við klúðrum ekki alltaf fjármálunum. Þannig það er eitthvað svona tónn, en ég held að þetta sé bara eins og margt sem að var í síðustu kosningabaráttu samfélkingarinnar í þinginu. Þá er þetta svona stýrt innan úr kosningabaráttu að þú notar allt til þess að ná í völdin. Við náum völdunum með því að fara inn á miðjuna. Fylgi sem Einar Þorsteinsson gat sópaði yfir til Framsóknar, það er heimilislaust. Ef við náum því þá erum við góðum málum. Við höfum ekki að horfa til vinstri og ég bara sjálfum sér bara vonandi tvístrast það fólk bara í allra áttir. Ég veit ekki hvað þú hugsið þannig, eða þá að verði til eitthvað svona eðlilegu samstarfsaðili. Ég held að samfélkingin horfi ekki fram á að fara í stjórn með Sjálfstæðisflokknum, þótt að ég geti
og þetta sé alveg nógu nasti til að segja það, þá bara held ég að það sé svo afleitt plan að það, ég held að sé ekki, ég held að sé algjör neyð, því það er alveg vitað að eftir 4 ár í samsteypustjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkinguna, þá kemur Samfylkingin ekki vel út úr því, sko. Nei, en þetta var nú svo sem ekki kosningabaráttan sjálf, sko, þannig að þar kemur, þú veist, þegar þið fara í kosningabaráttu, Samfylkingin, þá koma kannski áherslurnar betur. Ég held að þetta var það hvað áherslur þetta að vera í kosningabaráttunni. Heiðu fólki var það að við erum félagshyggjuflokkur, við störum til vinstri, við erum að vinna góð mál í ýmislegu félagslegum málum. Ungliðarnir og Pétur og Kristrún hafa engan áhuga á því. Það er ekki þannig. Við vísa bara jafnaðarmennsku og svipa á sjálfstæðismenn alltaf þannig sjálfstæðisstefnuna og veit ekki hvað þetta er. Ég meina þegar Samfylkingin er að tala um jafnaðarstefnuna veit ekki hvað það er. Svona í alvörinni, sko. Þau eru ekki að fara að byggja húsnæði fyrir þá sem er í vanda. Þau eru ekki að fara að beygja til vinstri. Bara alls ekki. Nei. Ég er bara þannig típa, ég er svona jafnaðarmaður. Þau eru að berjast við hina flokkana, svo sem. En heldur þetta sé sigurstranglegri listi með Pétur, heldur en Heiða? Já, hann verður nú að sanna sig núna, sko. Það fer að koma í ljós núna, sko. Einar þurfti ekki að sanna sig. Nei. Kjósendur í Íslandi er ekkert sérstaklega kröfuharðir, sko. Því miður. Heiða bara virðist ekki hafa þennan kjört okkar sem þarf. Hún er mælst í skoðanakönnunum bara ótrúlega lág miðað við það hún er borgarstjóri. Þannig að hennar tími var bara komin held ég, sko. Kannski getur það máli að hún er náttúrulega með svona sína sérstöku framkomu. Ef hún væri kalla þá voru allar eftirhermur að herma eftir henni, en bara eftirhermur herma svo lítið eftir konum. Þannig hún er svolítið svona, það er eitthvað við hana, þú veist, kannski er við á þeim í þeirri pólitík að allir þurfa að vera svolítið svona slikk og einhvern veginn allir vera svona. Já, líka eftir að segja, sko, svo eftir að koma í ljós líka, sko, fyrir hvað Pétur sendur, sko. Og hann á eftir að lenda í kappræðum við fulltrú annara flokka og hann virðist vera bara óreyndur og einhvern veginn einu sinni aftalega á frambóðsins þegar Sjálfstæðisflokknum. En hann hefur náttúrulega mikla félagshæfni. Jú. Þannig að ég held að hann plumir sér vel í kosningabaráttunni, sko. Svona ef maður ætti að pikka eitthvað út úr hópnum, sko. Þessi mun alveg náði, sko, þá held ég að hann sé einn af þeim, sko. Ég held að sama hvar hann fór í fótboltana var hann alltaf fyrirliði, ég held að. Það er eitthvað svoleiðis við hann og þannig er það bara, það er sem að Heiða fekk ekki. Er ekkert meira um þetta að tala. Ég var að taka hvað eru fleiri flokkar á leiðinni með svona eitthvað? Já, er ekki að styttast eitthvað í þetta viðreisnar prófkjör? Er það ekki bara núna? Já, 30. Ég held að það sé vika eftir. Er það ekki bara núna næstu helgi? Ég held að það sé vika eftir. Já, það eru 4 að bítast fyrsta sætið. Já. Það er meira 4. Já, það er miklu minna fyrir því samt, sko. Það er flokkur sem hefur séns, mælist oft með 2 og 3. Getur lent í sér lykilstöðu. Já, getur lent í lykilstöðu. Ráði í hvort að Sjálfstæðisflokkurinn eða Samfylkingin verði ráðandi. En það er náttúrulega, Viðreisn mun aldrei svara því. Nei. Viðreisn mun ekki svara því fyrir kosningar. Við okkur hugnast frekar að vinna með Sjálfstæðisflokknum. Nei. Það mun aldrei svara. Nei. En að þessum 4 sem er að gefa kost á sér, hefur eitthvað þeirra verið í pólitík? Já, er það ekki þessi Róbert sem hefur verið... Já, en var hann ekki ráðinn? Já, ég held það líka. Eða þú veist, skipaður svona... Var hann ekki líka í Vogum? Jú, hann hefur alltaf reynslu af sveitarstjórnarmálum. Já. Það er frambjóðandana sem kemur inn á verkalýðshreyfingunni, Signý Sigurðardóttir, hún er félagi trúnaðarráði VR og fer reynlega í frambúð til þess að taka þessi leikskólamál föstum tökum. Þannig að ég er undar að skipti mér almennt ekki af uppstillingum flokka en ég hef haft gaman að hennar innleiki í þennan í þessum málaflokka. Aðalsteinn Leifsson kemur náttúrulega verkalýðsbaráttunni. Já, hann kemur ekki verkalýðsbaráttunni. Barðist við verkalýðshreyfinguna þegar hann var ríkissáttasemjari. Vildi sitja... vildi teygja vald síns embættis mjög langt í því að kveða niður verkvöld. Ég held að hann eiginlega hraktist úr embætti út af því. Já, hann er ekki besti vinur Sólveig Önnu. Ekki besti vinur Sólveig Önnu. Nei, alveg örugglega ekki.
Nú langur listi. Ha, En ég tók eftir einum daginn, hann var svona á TikTok og baka, þetta er vinsælt skiljið á TikTok eitthvað og hann var að baka hjónabandsæli og hann var í svona stíf pressaðri skyrtu, alveg skenna hvítri og vísu með svundu. En ég hugsaði bara ef ég myndi einhvern að reyna að baka í hvítri skyrtu. nei, já. Ég fer ekki inn í eldhús í hvítri skyrtu. Ekki maður að strauja hana sjálfur, sko. Fólk er náttúrulega ólíkt. Já, Ég hef átt börn sem þurfti ekki smekk já, og svo hef ég líka átt börn sem hefur þurft að vera bara í alklænaði til þess að. Fótlegana. já. Og þú fer líka mér við þau sem sagt. Svo er önnur kosning sem er framöndan. Það er í formannskosning í Framsóknarflokki. Það eru konar 2 konur, Ingibjörg og Lilja og Willum loksins búin að segja nei. Stiði Lilju. Ég er svona, ef ég bara þykist vera einhver stjórnmálaskýrandi sem ég er ekkert sko, að þá finnst mér þetta allt svona tímasetningarnar allar rosalega skrýtnar sko. Ég skil ekki alveg okkur að lá svona rosalega á að Sigurður Ingi einhvern veginn segði af sér fyrir út með svona lítinn þingflokk og svona sumir helstu kandidatunum sem allavega hafa verið að máta sinni, þetta er ekki á þingi og er ekki í neinu kjörnu embætti að hvað svona asið þetta var í framsóknarmönnum, þetta er svolítið óframsóknarlegt að flýta sér svona mikið og svo er svo langt síðan að hann gaf þetta út og búið svo langu tími þar sem er eitthvað svona hver verður og hver veist og Willum búin að liggja undir feldi mánuðum saman þannig að þetta er svona svolítið undarleg Þetta er ekki traustveikjandi sko. Já, þetta er svolítið skrítin atburðarás. Já, samlega því. Nei, það var einhver þrýstingur á að gera eitthvað. Já, allir brjálaðir, burtu með Sigurður Inga svo fór hann, þá var engin sammála hvað þetta kom í staðinn. Og það er svolítið hægt að flokkurinn verði. Alla góða byltingar. Það getur verið mjög hættulegt ástand. Sko, Lilja er varaformaður flokksins og Ingibjörg Yxasen er formaður þingflokksins. Þannig að þetta er svona, þungavíkta fólki í flokknum, báða tvær. Það gegna svona ábyrgðarstöðum. Hvoruð þeirra er með svona njóta svona afgerandi fylgis í flokknum, ég held ekki. Hvort sem að færi þetta ef það endar þannig, það var bara mikil vinna að ná þessu flokki saman, þannig að út frá því sem hann hallar að segja, sko, kannski svona í sögu Framsóknarflokksins hefði verið þarna að skjóta inn einhver svona tíma, fundu einhver eldri kona eða eldri maður til þess að halda utan um flokkinn í ykkur 2 ár, þá kemur svona nær kostningum og hann veit meira svona hvað hann vill og eitthvað svona. Kannski hefði það bara verið betri kostur, sko. Framsóknarmenn eru samt ótrúlega góð í að snúa bökum saman, sko. Maður er fylgst með þeim bara að fara alveg niður í ekkert og svo er samt bara allir mættir að baka vöfflur í kostningakaffi, sko. Það er eitthvað svona, og brauðtertur. Það er Birkir Jón, hann er sérfræðingur í því. Framsóknarflokkurinn langbesti flokkurinn í brauðtertur. Já, þeir eru, sko, flokkurinn sjálfur er fluttur til Birkis Jóns Jónssonar sem er hérna í Kópavogi, hann á bara heima núna í Bæjalind 12 eða eitthvað, farin á Hverfisgötunni og þar er Birkir Jón, hann er með brautarhurnar. Bara í öðru barnaherbygginu? Nei, þetta er reyndar svolítið meira. Nei, þetta er svona skrifstofuhúsnæði sem er í, en þetta er svolítið mikil breyting hjá flokknu. Það eru fleiri kosningar, það er VG ákvað að fara saman með Vor í vinstri sem er hópur í kringum Sönnu Magdalínu og VG mun nefna til, hvað heitir það hjá þeim? Ekki prófkjör heldur, flokksval eða forval eða eitthvað slús. Og það verður næsta mánuðinn og ég sá að Stefán Sagnfræðingur Pálsson, hann ætlar að bjóða sig fram í annaðsætið sem er þá 3. sæti á listanum. Þannig að það verður einhver. Þá er Líf Magnúsdóttir sem er núna, hvað hún gerir, hvort hún nær þá kjöri. Hún hefur talað eins og hún vilji halda áfram. Já. En það hefur nú komið fram hér að við teljum að hún hafi aldrei notið sko svona afgerandi stuðnings. Nei, varðinni svolítið á sko, þegar hún stökk til og sagði að það ekkert verið, Sanna væri ekkert sjálfsögði fyrsta sætið og var svo étaði hún í sig 1,5 sólarhring síðar. Ég veit ekki hvort það sé spennað fyrir þessu. Því að það er möguleiki að þegar samfélkingin færi til hægri að það skapast rými vinstra megin við hana og þar geti orðið einn flokkur enn sem að vera að keppa það að ráða raunverulega hvernig meiri hlutin yrði, það væri þá Viðreisn, miðflokkur og Vor til vinstri VG. Já, ég var svona að spyrja hvert Pírata fylgið svona
radar? Ég held að ykkur möguleiki á því að þeir ákveða að bjóða fram og þeir bara nái 5 borgir, ég held að sé engin. Nei, það einhver mannskapur náttúrulega, þú veist, sem kusu það áður. Sem sem að myndi, samkvæmt kostingaransókninni alltaf vinstra megin við Samfylkinguna. Já. Þannig þar eru svona 20-25% kjósendur í Reykjavík, eiga sín svona náttúrulega svona habitat þar. En það bara hefur ekki verið í boði frambóð sem hefur náð að draga þetta til sín. Ekki öllum allavega. Mér finnst bara mjög líklegt að Sanna og Vinstri, þau ná að sópa saman öflugu liði og hrifsa til sín fullt af atkvæðum sem er búin að vera svolítið sundruð kannski í smá tíma núna. Það er alltaf friðin, verður ekki svona eins og líf það getur vel verið að þau verði hérna í þessar lykilstöðu sem ég nefni hérna. Það er spurning með VG-stimpilinn hvað hann gerir. Ég bara veit það ekki. Ég meina þeir fóru nú svolítið illa með Vinstri fylgið á sínum tíma þannig að ég veit ekki hversu klókt þetta ef ég sé alveg sver. En það gæti svolítið smískilnings í kringum þetta uppþótt. Þá er ég ekki að menna í henni, heldur bara hjá svona fullt af fólki sem ég sá á samfélagsmiðlum sem að á því bara hvað svona uppstillinga prófkjör og forval í aðdraganda kosninga. Að það virtust maður ekki halda að oddvitarnir ætti einhvern veginn að svolítið að ráða því. Og ef þú ert oddviti þá átt þú bara einhvern veginn að hafa fylgt með það að gera hvernig þetta gert. En þeir eru í framboði og þeir koma þessu máli ekkert við. Það eru Reykjavíkurfélög flokkana í Reykjavík náttúrulega sem að bara svæðisfélög flokkana sem að setjast niður og ákveða hvernig á að gera þetta. Og mér fannst einhvern veginn svona, það var eitthvað svona hugmynd þarna bara byrju á hún ekki fær hún ekki að ráða þessu? Bara nei, það væri mjög óðurlegt. En það ekki svolítið hjá Sjálfstæðisflokknum? Jú, það bara mann í fyrsta sæti. Já, en hún Hildur fær ekki að ráða því hvort að það er prófkjör eða leiðtogaprófkjör, þú veist, það er bara Reykjavíkurfélag sem gerir það. Það er svona hugmyndin í flokknum að Hildur hafi mikið með að gera hvernig verður raða á lista til þess að Sjálfstæðisflokkurinn komist út úr þessari klemmu. En þannig leiðtogaprófkjör hjá þeim að þau kjósa leiðtoga sem leiðtoginn ráða slatta. Þannig að þau sé ekki með svona andstæðinga í fyrsta og öðru sæti. Var ekki svolítið þegar Eyþór kom? Fékk hann að velja með sér? Nei, hann hafnaði mörgum. Kjartani Magnúsinni og fleirum sem komu svo inn bara þegar Eyþór var farinn. En þetta er mjög erfitt út af því að svona prófkjörsbaratur það rista oft djúpt þú ferði marga vikur að svona samfæra þig og allir kringu þig að þú sért æði og mótframbjóðandinn algjörð fíbl og svo bara ert þú í fyrsta sæti og hann í öðru eða öfugt. Og svo þurfum að vinna saman. Já, og það er ekkit öllum gefið að gera þetta en alltaf fer eftir hversu dramatísk þessi prófkjör verða, en þú veist, þegar það kemur að persónum með leikandum, þá er þetta bara flókið. En svo er líka að segja hjá Sjálfstæðisflokknum í borginni, þú veist, það er öllum ljóst að það er sundurleitur hópur sem hefur ekkert gengið í takt og það hefur alveg verið erfitt, þú veist, þannig að þetta ég held að skipti miklu máli að þú sért með eitthvað samstillt lið sem er tilbúið að gangi sömu átt og stiga hvort annað í því. Við erum svo að rífist hver sæti hvað í salnum og svona, þetta er bara átöknum. Stundum meiri span á afstöðu innan Sjálfstæðisflokksins heldur en í borgarstjórninni þar fyrir utan í svonum málum. Það er meiri pólitíska andstæða innan Sjálfstæðisflokksins. En mér finnst reyndar það sem er kannski mest spennandi í pólitíkinu þessa dagana er dýnamíkin á milli Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Og það í könnunum og bara þetta er svona svolítið eins og íhaldsflokkurinn og umbótaflokkur. Já, reform í Bretlandi að þar eru þeir eru að flykkjast yfir og bara þungavektamenn yfir til reform en sem er kannski ekki voðalega gott fyrir þá þannig að ef ég var í Miðflokkurinn þá myndi ég passa mig svolítið ég meina Gústaf Níelsson núna farin yfir til Miðflokksins og hvaðan? Úr Sjálfstæðisflokknum? Já, ég meina hann ætlar að bjóða sig fram og ég meina hann ætlar búin að vera sjálfstæðismaður hann sagði það nú sjálfur að Sjálfstæðisflokkurinn var búin að vera með áskrift að hans atkvæði Frá því hann hætti í KSML Já, allir það ekki Þannig að þetta finnst mér svolítið spennandi að sjá hvað hverjir koma til með að hugsa sér til hreyfing bæði ég meina Miðflokkurinn er alltaf ekki sterkur í borginni en hann er orðinn að sé sterkur í skoðanakönnum á landsvísu hverjir koma til með að fara þar yfir meiri voni í þessum kosningum heldur en Framsóknarflokkurinn Þeir eru að mælast svona með 2 inni kannski svona 8+% í könnunum en þeir eru náttúrulega með 22 á landsvísu og ég hef bara ekki séð alveg það sem eru að mælast hæðstir hvað skiptingin er.
Þannig að það Þeir eru mjög sterkir í suðurkjartanu. það er ekki víst að þeir séu með meira heldur en kannski 14% í þinginu í Reykjavík, sko. Og þá þeir eru eins og andlislausir í frambóðinu, þannig að það verður ekki, ég myndi ekki hvetja fólk til þess að spá því að Miðflokkurinn sé að fá 20% í borgarstjórnarkosningum. Ég held að það sé, þurfum við mikið að ganga á, sko. Við erum samt á svolítið merkilegum tímum svona í pólitíkinni. Það er Sjálfstæðisflokkurinn konið í 13,5% í nýjustu könnun til dæmis. Þetta er eitthvað sem að engan óraði fyrir og að þetta gæti bara gerst. Þau fóru neðar fyrir árið síðan, eða rúma árið síðan. Já, í svona þegar 3 vikur voru til kosninga, þá voru þau með 13,3 held ég, hjá maskinu. Og endur í 19. Já. Já, þær geta ylja sér við það. Já, og Miðflokkurinn sló upp í held ég næstu 80% hjá maskinu, fóru ofar hjá Gallup held ég og endaði í eitthvað 10 eða 12 mann ekki. Þannig að það er líka þannig þegar það kemur nær kosningum að þá er svona meiri alvara í því sem að fólk er að gera. Og ég held að það vinna á móti reform í Bretlandi sem að svona þegar vera að líða kosningu, þú sér listan og hverju þetta er og svona þá er erfitt fyrir þessa flokka að ná inn sveiflunni til sín, sko. Og Miðflokkurinn mistókst það í síðustu kosningum. Það leit svolítið vel út hjá þeim fyrir að bara mánuði kosninga, mjög. Já, þetta fer svolítið eftir því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn spilar úr þessu, sko. Hann verður að fara að taka ákvörðun það hvað hann ætlar að standa fyrir og bara ég er ekki alveg viss, sko, ætlar hann að elta þetta, fá þetta fylgi tilbaka frá þeim, sko, eða hann er í svipaðri stöðu og íhaldsflokkurinn, sko, bara hvað á hann að gera, hvert á hann að snúa sér. Það getur verið að flokksfólk í Sjálfstæðisflokknum svona hugsi nýrri fórustu þegjandi törfina. Þurfi bara að halda landsfund og kjósa upp á nýtt. Það er ekki að því við vorum þar áðan að það er kosið og það eru verið að skilja eftir sár og sömuleitt er það persónulegt. En það er líka í hvaða félagið þú ert og Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft hefð fyrir því að gera þetta kannski betur en margir flokkar. Að það eru kosið formann og svo eftir þá fara allir á bakveðan. Þannig að þetta er góðsögnin Sjálfstæðisflokkinn. En þetta er farið. Guðrún fékk þetta ekki. Þannig að Guðrún er bara allan daginn að reyna að sækjum sem formaður Sjálfstæðisflokksins við alla sem hann hittir. Og þannig er náttúrulega með alvarlega forystukreppu út af þessu að henni er ekki veitt umboðu til þess að vera formaður eða leiða eitt eða neitt. Því það er óánægja í kring sem að lítur á hana sem tímabundi formann og margir að kannski að hugsa sér til hreyfings og geta tekið forystuna eða eitthvað slúðis. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er alveg rosalega slæma ástandi sem keppnislið. Já, það verðist líka kannski vera sko að það munar náttúrulega svo svakalega mjóu þannig á mununum á milli hennar og Áslaugar í formannskjörinu þarna fyrir Já, hvað var það ekki? Það var bara sjónamunur, það var bara tæp ári. Tæp ári, það var bara eitthvað örfá atkvæði, það munaði nánast engu að þetta kjósa aftur til að fá skýrari niðurstöðu. Einhver sagði að Andrés Magnússon og Stefán Einar hafi verið á fyllir í og ekki mætt, þeir geta breytt þessu. Já, það munaði mjög fáum atkvæðum og það er kannski sem hefur kannski komið í ljós að sko fylgi þá Guðrúnar var kannski ekki eins þétt og kannski fylgi Áslaugar. Þú veist, það munaði þessum atkvæðum sem eru til þess að hún vann, þá er held ég mannskapurinn sem að baki hennar frambóði stóð var kannski ekki eins svona innit eins og hinnir. Þannig að það er alveg, þú veist, smá svona, þetta er flokksmenn eru ekki ánægði með niðurstöðunar úr þessum skoðanakönnunum og hugsa sig örugglega farnir að líta kringum svo aðtöku hvort að það getur verið skynsamlegt að tefla einhverjum fram á næsta landsfundi sem er þá eftir rúmt ári, er þetta ekki á 2 ára fresti sem er landsfundir? Það er þá í mars 27. Það getur vel verið að það sé, þú veist, og örugglega einhverjir svona að reyna að máta sig í það, sko. Rétt sem Marja segir, náttúrulega hluti af því sem að hún vann, Guðrún á, var að svona lánsatkvæði frá Gulla, sem er náttúrulega, þú veist, er í öðrum lið, þannig að það er ekki sami stuðningurinn, þannig að kannski er hún inn í að vera formaður í stærsta stjórnmálaflokknum eða þessu með þá sögu og er kannski með 25% sem er svona þétt á baki henni. Það er bara eiginlega, þetta er eiginlega vonlaust, sko. Það er erfitt. Það er allavega sýnt sig, þú veist, að það er örugglega ákall og samtal inn í einhverjum seglum í þessum flokki hvernig menn er að hafa seglum upp á framhaldið. En hvers konar formaður getur það verið vegna með miðflokkinn öðrum megin og Viðreisn hinum megin?
að þá eiginlega íkjast átökin inn í flokknum og svona hugmyndin stóra tjaldið. Það verðum að velja eitthvað sem getur spannað þetta allt saman og halda öll á góðum, að það kannski ekki í boði lengur. Nei, maður heyrir svona, ég held að snúst bara fyrst og fremst að þetta sé, að þeir hafi þannig einhvern formann sem bara tilbúin að ytta blýjantinn, sko. Þú veist, þetta orðið svolítið svona, þetta ekki alveg nú skýrt fyrir hvað þessi flokkur stendur lengur, sko. Þannig að ég veist að það sé fyrst og fremst eitthvað ákall og eftirspurn eftir einhverjum leiðtogar sem getur verið skýra afgerandi stefnu og já. Ég held að, ég alveg sammála þessu og þeir sjálfstæðismenn sem ég hef verið að tala við nýlega að þetta sko, að hún alltaf á móti öllu sko, það fer bara illa í þá. Ég held að þetta málþóf í sumar hafi verið bara hrikaleg mistök hjá sjálfstæðisflokknum. Þetta bara fór illa í marga sjálfstæðismenn út á landi sem að Já, og þetta einhver svona og ekkert jákvætt sem að kemur frá þeim sko. Ímyndar vandi sem kannski, þú veist, eins og þú veist þegar þú reynir að breikka þig og höfða til margra þá endar kannski með að höfða ekki til neins sko. Þú veist, ég held að það er svolítið bara að raungerast og það held ég ákall eftir einhver svona skýrari áherslum og skýrari stefnu. En þau eru náttúrulega vön líka að vera við völd. Og það er óslega skrítið ef þú ferð alla jafna með völd að finna þig í hinu hlutverkinu sko. Mér finnst það alltaf svona skína svolítið í gegn bara, það er bara eins og þau sé bara býð eftir að koma ást aftur ég bara valda þau bara kunni ekki hlutverkinu sko. Þau geta það ekki, þau segjum að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki í ríkisstjórn einhvern tíma á 10. áratugum eða eitthvað tímann að þá er svona næstu samkomulega með þjóðarinnar að þetta sé svo stór flokkur að öllu líkjum hann að koma inn aftur en ef að þau eru bara með 15% í skoðanakönnun þá er ekki að pæli því þannig það sem að sessin sem að við gáum sjálfstæðisflokknum við erum ekki að gefa hann vegna þess að það er ekkert í kortunum sem segir hann eigi að fá hann sko. Þannig að ég held þessi alveg í rosalegri svona tilvistarkreppu. Já, ég held líka það er stóra máli, sá eða sú sem er formaður í stjórnmálaflokki verður að hafa alveg ótvírætt svona búin að ná þingflokknum til dæmis alveg til sín. Ef ekki þá er alltaf vesinn sko. Hershöfðinginn sé í baráttu í tjaldbúðunum áður en fyrir út á Vígvöllin það er algjörlega glatað sko. Já. Það er bara enginn sem ræður við það sko. Það er, og þú veist að tala sára í átökum meðal sko, flokksfélaga í prófkjör og svona. Það verður enginn sárari heldur en eftir átök við Samherjana sko. Þannig ef þau eru átök í herbúðunum að þá er þetta náttúrulega höfuðlaus sko. Sömuleyti flokkurinn einhvern veginn fastur þar. Já. Formaður verður að vera númer 1. Já, svo er því að maður fylgjast með þessari tilvistarkreppu. Sigurður Kári er komin fram á Vígvöllin sem svona wise old man svolítið. Ég held að sé ekki að sækja beint að fara aftur á þing eitthvað, en hann er svona greina flokkin. Og einn greiningi sem að sjálfstæðismenn dreif út allt. Og ég hugsaði bara, er þetta í alvörunni lausnin sko? Því hann er þar að stillir sjálfstæðisflokkur bara upp sem nýfrjálshyggju að það sé eiginlega það sem hann er ekki afturhald og þjóðernis dótið þarna sem að miðflokkurinn er og hann er ekki Evrópuflokkur og eitthvað svona en hann er stendur með bara lægri sköttum og bara byrjar að þylja upp alla nýfrjálshyggjuna sko sem að ég held að þessi engi stjórnmálamaður í heiminum sem að þorir að leggja á borðu lengur sko. Trump felur sína og það Liz Truss er síðasta sem að koma fram með þetta og var hlegin í burtu sko. Já, en Sigurður Kári kannski bara í eigin nafni með þetta kannski. Já, ég er bara að segja því að það er svo dreift svo víða og kannski að því að menn er í vandræðum að þá segja menn já einmitt segja menn svo þess að maður segir stundum að ef þú ert að drukna í Kyrrahafinu og sér reik við sjálfstæðisríki á Vingar þú veist ekki fræðilegu möguleiki að þeir sjá í þig þannig að þegar þú ert í miklu vandræðum að þá finnst þér allt vera góð tíðindi þannig að kannski var það ástæðan fyrir að menn voru að dreifa þessu en ég hugsaði ef að þetta er hugmyndabaráttan inn í sjálfstæðisflokknum þetta er náttúrulega bara samt það sem hann er að segja það er bara það sem sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir og gefur svo út fyrir að vera einstaklingsfrelsisflokkur og hann náttúrulega þekkir þetta rosa vel, ég menna hann er búin að vera í þessu frá því að hann var bara fermingadrengur, þú veist, og hefur verið þannig að hann er held ég mjög læs á stöðuna og ég held að hann sé alveg, þú veist, með einhverja hugmyndir í kollinum hvernig þetta er að laga þetta
Það er sannlega bara þessi hugmyndafræði sem þessi sjálfstæðisflokkurinn hefur bara haft að leiðaljósi og hann er kannski meira að dusta ríki af því sko. Sjálfstæðisflokkin í frjálsíkjöruna. Þú gæti farið til Bjarna Ben Eldri og sagt að við höfum að fara í að vera svo kristilegi demokratar. Við höfum að vera með opinn faðm og hugsa vel alla. En hann mætir bara með það er þetta, hann vil skerpa áherslurnar. Hann greinilega þannig að sjálfstæðisflokkurinn sem hann komst til vits og ára í. Þetta er hans sjálfstæðisflokkur viðskiptaráðs. Upp úr aldamótum sjálfstæðisflokkur. Hver vill það? Það er bara það er flokkur sem endar með 6% fylgi. En ég meina í þá daga var sjálfstæðisflokkurinn með bara jafnvel yfir 40% fylgi. Það var annar tími þá. Já, sannarlega. Síðan afhjúpaðist í nýfrjálshyggja. Já, sannarlega. Svo bara, þetta er bara eitthvað sem við erum að sjá gerast núna og hann hefur verið duglegur að mæta mitt í svona einhvern podcast og viðtöl og er með þessar áherslur og hefur verið duglegur að setja sínar hugmyndir niður inn á samfélagsmiðla og annað. Mér finnst ekkert ólíklegt að hann geti verið eitthvað að máta sig inn í þetta. Ég vil trúa því. Hann tekur sér pláss í þessu mitt. Og hann er búin að vera núna í burtu, hann er búin að vera í lögmennskunni allmörg ár og svona, reynslan farin að færast til. Stöðu Óla Káar, Óli Björn Kárason. Óli Björn Kárason. Já. Hann var svona frjálshyggjumaðurinn í hópnum. En það heyrist ekki til hans. Það lítið heyrst til hans. Ég hef reynt að fá hann hingað, hann svarar ekki neinu. En svo held ég að bara þessi sérhagsmunagæsla fari rosalega illa í marga og sérstaklega kannski á landsbyggðinni þar sem að menn að sjá það að þessi sérhagsmunagæsla er bara ekkert að þjóna þeim lengur sko. Hún er komin út fyrir allan þjófabálk sko og ég held að þetta skipti máli fyrir marga sem eru til hægri og vilja fá sjens í lífinu, vilja standa á eigin fótum allt svoleiðis. En svo er það bara sérhagsmunagæslan sem að kemur í veg fyrir það sko. Já, svo náttúrulega sjáðu líka, sannarlega er stór hluti af því fylgi sem hefur farið yfir í miðflokkin eru óánægðir hægri menn sem finna sig ekki í sjálfstæðisflokknum vegna þess að þeim finnst hann ekki vera nógu hægri sinnaðis. Og það er bara, þannig að ég held að þetta snúist að reyna, þarna er einhver mannskap sem vill reyna að sópa því fylgi aftur inn í. En hægri þýðir ýmislegt sko. Sigur Kára þýðir það nýfrjálshyggja. En margir sem að fara yfir í miðflokkin finnst það bara ekki vera nógu harðir í einhverju svona hægri stefnu sem ég veit ekki alveg hvað er sko. Sem er svona þjóðurnishyggja og afturhald, óánægja með að frelsisbarátta kvenna hefði viljað gengið of langt og kallandir hættum að rata einhvern veginn í heiminum að þeir komi alls konar svona hópar sem hafa bara skoðanir, rödd og hýja og jafnvel á okkur. Eitthvað svona, hellinga fólki sem farið úr sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokknum bara út af einhverju svoleiðis, menningarlegri óánægju. Já, uppnámi. Menningarleg uppnámi. Þau eru með svo sem þingflokksformaður þeirra í miðflokksins sem kemur alltaf beint úr sjálfstæðisflokknum. Nýfrjálshyggjarminum. Já. Það Sigríður á Andersen og svo Bergþór, hann er náttúrulega var sjálfstæðisflokknum. En er ég svo einaði minni sem með svona geopolítiskan kvíða ofan á minn enga kvíða? Mér er heimsmálinn svo ofarlega í huga. Hvað hugsaðu oft Trump? Já, ég mitt það, það er bara skrítið þegar að maður er farin að vakna mótnana og áður en að maður athuga hvort að segja skólasund eða Sparnesti þá bara fer maður fréttarhingin til að athuga hvað Trump hann í nótt. Hann er á það. Já, og þetta finnst mér bara skrítið. Hann er greinilega bara búin að bóra sig inn í hausinn á manni. Já, það er rétt. Og mér finnst þetta bara, þetta er mér finnst bara viðmanni allt innu á örfáum vikum þá blasir viðmanni einhvern veginn algjörlega, breytt heimsmynd og ég var að spá í þessari ræðu þarna sem hann hélt í Davos með svo ótrúlegt hvernig hann muldrar þarna í rúman klukkutíma eða hvað var og hann talar svona eins og hann sé bara með vini sinum að drekka bjór þetta er ekki eins og hann sé að tala á risastóru Nei, við alheiminn Já, meðinni, hann bara svona talar eins og maður myndi bara gera með vinum sínum í með trúnaðvinum sínum í raun og veru Þannig að mér finnst þetta bara mjög skrítið og ég er búin að vera að spá aðeins í þetta og hann talar gullhvelfinguna, þessi Golden Dome og ég sem er þetta varnarkerfi, þessi varnarhjúpur sem hann leggur gríðarlega áherslu á að verði í funksjón yfir Bandaríkjunum
verndarhjúpur, einhverja gerfinnatta og einhver tæknibúnaður sem að geta tekið niður allar loftarásir og ég veit ekki hvað og ég held þar kemur þetta Grænlandsmál inn því að hann einhvern veginn er búin að sjá það bara að það skiptir öllu máli að hafa Grænland með og mér finnst mjög merkilegt að þegar maður er að skoða heimskort, þú veist, en ef maður skoðar það, þú veist, ofanfrá, þá blasir við manni, þú veist, mynd sem maður bara hefur ekki haft fyrir augunum sem maður var hérna í Melaskóla að sjá heimskortið þar og þá sér maður bara út á hvað það gengur og stundum núna síðustu vikur, þá hefur mér liðið svona eins og kannski bara svona óbreyttur starfsmaður í ykkur stóru fyrirtæki og og þú að því að það er svo margt sem kom fram í ræðu Trump sem bara komið svolítið svona á óvart, þú veist, ég fekk smá svona tilfinningun eins og hann vissi bara aðeins meira en við erum að geta fengið upplýsingar hann er náttúrulega búin að vera á einhverjum sáttafundum með hinum og þessum út allan heim og maður einhvern veginn sér allt í einu, þetta er eins og sérst að vinna í fyrirtæki og þú veist að það er einhver ágreiningur í hluthafahópnum en þú veist ekki alveg hvað það er sko. En það setlar eitthvað smáaði niður á gólfið og við erum eitthvað svona að reyna að púsla saman myndinni á þess að hafa hana og gera eitthvað grein. Ég held að þetta snúist miklu leiti einhverjar svona valdablokkir stórvelda sem maður er hræddur að hugsa þú veist þetta snýst Kína, Rússland og Arabaþjóðirnar og þetta er orðið eitthvað svona og það sem er svo skrítið í sem breytta heimi, það er orðið svo óbáslega stutt á milli fólks og það eru svo stuttar boðleiðir og það er svo miklar upplýsingar en á sama tíma hefur kannski aldrei verið eins mikill glundroði og óreiða og fólk veit ekki alveg, þú veist, tröstið er farið tröst á stjórnvöldum, tröst á fjölmiðlum og það hefur minnkað einhvern veginn í sama hlutfalli og upplýsingarnar og tæknin það er eins og við höldum ekki alveg í við framþróunina, sérstaklega á sviði upplýsingatækni og allra þessar fjarskipta og þessar tækni. Er þetta ekki að snúast, er ekki bara völdin heimsifirráð og hvernig þetta valda jafnvægi veraldarinnar er að færast held ég bara núna upp í fyrir bara í þessi gerfinnatta sambönd sem við einhvern veginn bara erum kannski ekki alveg nú upplýst fyrir ekki hvað ég er búin að vanta mikið en ég er bara mjög hissa einhver vegna þess hver er forseti Bandaríkjanna já, og svo náttúrulega veður hann bara áfram hann leikur stærsta hlutur í þessu og hann vekur ótta hjá fólki og þá er bara svo það verður þessi glundröð og fólk verður óttasleg og það verður aldrei teknar góðar ákvarðanir í einhverjum svona geðsræðingu þannig að maður er bara svona að anda í kviðinu og ég held að það er alltaf að tala Ísland það sé svo fjarri þú veist við séum svo örugt og friðsamt land fjarri vígaslóð en ég bara, nei, nú held ég að við séum bara á mjög einhvern veginn krítiskum stað, þá er bara landfræðileg stað okkar, þú veist, svo mikilvægt og það er bara eitthvað sem nær tilmanns. Mér fannst reynda fréttir vikunar eiginlega bara í fyrsta skipti í langan tíma þar sem að ég hef verið svolítið bjartsýnn á framtíðina vegna þess að hann alltaf algjörlega spennti bogan allt of hátt á Davos og þetta fór bara mjög illa onni marga og hann er fann að gera fleiri og fleiri mistök og svo kom náttúrulega ræða ársins hjá Carney og allt í einu er bara komin smá vonaglæta það hvernig við og allar Evrópuþjóðir og Kanada og fleiri, hvernig við getum brugðist við honum. Og það er bara komin, þarna held ég að það sé bara komið svolítið svona roadmap í því ég held það og allt í einu Starm er farin að sem er búin að vera eins og rjómi og smjör allan tíman við hann Þannig að ég held að viðspyrnan sé byrjuð Já, en hann hótar náttúrulega þessum tollum og þú veist, þetta er orðið eitthvað svona viðskiptastríð. Já, en svo verður ekkert úr því. Nei, en þú veist, þetta er bara, þetta er bara orðið eitthvað... Hann fara að kalla hann taco, Já. Trump always chickens out. Sáuð samt hvað gerðist þarna eftir þessa ræðu. Ég held að dagurinn hafa alltaf verið liðin, þú veist, þá voru þeir búin að ná einhverju virtust vera lendingum, hvernig þeir ætli að haga varnarmálum á Grænlandi í einhverju samkurli. Allt í einu bara svona róast, hann sagði ég ætla ekki að beita hervaldi, svo var einhver fundur og allt í einu svona, þú veist, róast það. Og mér sem ekki hafa fengið kannski alveg, nei, já, nákvæmlega, fenguð það. Ég veit ekki, ég fylgist mjög vel með fréttum og ég hef ekki séð og þetta er áleinilegt, þetta er öryggis og varnarmál, þetta er allt svo mikið leini og það er það sem maður er að skynja betur og betur,
við erum bara ekkert inn í þessum herbergjum. Við fáum ekkert að vita heldur hvað var ákveðið inn í herbergjum. Það var mjög stórt svona herbergi hérna á Suðurnesjum sem að bandaríski herinn og og með ansi miklar heimildir og hefur fjárfest ansi mikið og staðið mikil uppbyggingu á síðustu árum og en sko mér finnst ágætt sem þú segir Kjartan svona lítið á þetta sem smá vona, það sem hefur náttúrulega verið stressandi hefur verið sko hvernig hann búinn að láta og hvernig Evrópa hefur svona hlegið taugaveiklunarlega í kringum hann sko og maður fekk svona tilfinninguna að hann verið svo, mér leiði svo þegar þau að lesa eitthvað svona bókina bara eitthvað þú veist, how to control your narcissist partner eða eitthvað, þú veist, af því þau voru allir ykkur svona bara við bara sleikjum hann upp og reynum að láta hann fá það sem hann vill og reynum að stýra hann þannig sko en svo bara tók hann alltaf meira og meira skilji og það alveg rétt að loksins var Evrópa eitthvað aðeins að segja bara, heyrðu, við eigum líka alveg okkar tæki, þú veist, við getum líka svarað og og við þurfum að vera tilbúin að gera það og auðvitað þú veist, komið auðvitað smá svona kraftu frá kanadíska forsætisráðherranum með hans ræðu en það var náttúrulega tvennt sem gerðist sko í þessu Grænlandsmáli, það var annars vegar það að Evrópa byrjaði eitthvað örlítið svona að reyna að rísa upp og hins vegar að fjármálamarkaðirnir hrundu þess að tóku dífu og þetta tvennt virðist hafa haft áhrif á hann en svo núna fyrir Hæstarétt í Bandaríkjunum, þú veist, það bara verið að bíða eftir því að Hæstaréttur kveði upp þessum dómum það hvort að hann megi beita tollum með þessum hætti og það auðvitað það sem við bíðum eftir og vegna þess að það ýmislegt sem bendir til þess að hann megi það ekkert sko, það bara spurning hversu sterkur tök hans orðun á Hæstarétti en síðan bara meðan þetta í gangi, hvað að gera til Venesúela? Það bara fólk, það bara eitthvað hvað með Epstein-skjölin en ég held líka að þetta sé samt sko einhvern veginn að því að maður velti líka fyrir sér þú veist, hann svona raskjalti Evrópa, bara girti niður mann og annan og gerði grín og Sleepy Joe og talar hann að vera fólk hlær já, með þessum kannski smá svona taugaveiklunnar látri en maður velti líka, svo bara held ég samt sko, Evrópa hefur einhvern veginn eitthvað sofna á verðinum og ég held að þessi kerfi sem voru búin til eftir kaldastríð, þú veist, þau eru bara þess að úreldast og það þarf einhvern veginn, þú veist, það komi eitthvað svona ný mynd, þú veist, þetta ekki lengur eins og við heldum að það væri og þetta óbúslega erfitt eins og fyrir foreldra mína sem nú miklir hippar og voru bara á tánum sokkalausi kaupmannahöfn á svona byltingarárunum á hippatímanum, þú veist, þeim finnst bara erfitt að hugsa bara nú börn og barnabörn okkar að fara inn í einhverja veröld sem bara, við höfum aldrei órað fyrir að geti verið, þú veist, þetta skrítið, þetta bara ofabúslega skrítið stað sem hefur gerst, eða allavega svona afhjúpast núna, bara eftir, á þessu raunveru vil ég segja kannski eina ári eftir að Trump tók við völdum aftur. Það er nú gott að 68 kynslóðin fáið svolítið sjokk og átti sig á því að þeir eru kannski ekki að skila svo góðum heimi. Þeir eru verið svolítið ánægð með sig alltaf. Já, við erum með viðtöl við fólk og þetta bara raunverulegt að fólk bara sem af þessari kynslóð eiginlega, það eins og væri bara að horfa á ævistarfið þetta í rúst eitthvað, þú ert að skila heiminum bara, og það fyrsta kynslóðin kannski sem upplifir að við erum að skila heiminum bara miklu verri heldur en við tókum við honum en okkur fannst við að en svo líka ég hagfræðingur í grunninn og ég hef haft svona nörda áhuga á svona líðfræði svona mannfjölda og þú veist, það finnst mér líka pínu hræðmaði þessir bara hvernig aldursdreifingin í Evrópu og á Íslandi líka, þú veist, það eru þessi bara öfugu aldurspíramítar, þú veist, þeir eru bara svo píramítar á hvolfi, þú veist, að því að þarna, og maður spyrst þess hvað áhrif hefur það bara á velferðarkerfin og allt sem við þurfum að hafa í góðu lagi. Það fellur mjög hratt fæðingatíðni. Já, þetta er alvörunni, alvöru mál sem þarf að skoða. Kannski málið að hugsa almennilega barnafjölskyldu. Já, það er svo fólk. Eyðileggi ekki leikskólakerfi. Þetta er gennum snitt í allri Evrópu og einna verst, þú veist, á Ítalíu og eitthvað stað svona. Þetta er bara hryllilegt menningarleg staða að ef það er þannig, eða þetta er ástæðan, að fólk vilji síður koma með börnin í hennan heim vegna þess að hann er þannig að það þarf að bjarga honum og það er ekkert sem getur bjarga heiminum meira heldur en við komum með börnin í hann. Þannig að við erum komin inn í eitthvað svona förðurlega svona menningarlega stöðu sem
svolítið ógnaleg sko. Ég minna það er erfitt að finna sko menningu sem hefur verið í þessari stöðu. Hérna, sko ég á afason í Stokkhólmi sem verður 19 ára á þessu ári og það er herskylda sko. Einmitt. Og fyrst þegar var að tala þetta sko, já, það er ekki bara fínt, en svo núna er maður bara nei. Einmitt. Svo er annað sem gleymist líka, sýnir kannski hvað við erum einhvern veginn, hérna, sjáum kannski ofta ekki lengra nef okkar nær hérna á Vesturlöndum, þú veist, ég meina það, hvað er ekki, 350-400 milljónir í Bandaríkjunum, svo er Evrópa, kannski 500 milljónir í hvað er, síðan er hérna Rússland, hvað er það, 140-50 milljónir, síðan eru bara 7 milljarðir manna hinum einn á hnettinum í Suðaustur Asíu, þú veist, sem einhvern veginn. Við erum að verða neðamálsgrein. Já, þetta er svolítið skrítið hvað við höfum verið hérna, einhvern veginn bara eins og enski götuhestar með ykkur hérna, horfa bara hvað er að gera sig ykkur með Atlantshafið. Svo er bara hérna massi mannkyns hérna náttúrulega, ef við tökum bara heimspólitíkina, þá er heimskipan sem að Bandaríkin komu upp eftir hérna stríð er að hrynja. Meðal annars vegna þess að Bandaríkjamenn hafi ekki trúan lengur, þau vilja bara út úr öllum alþjóðastofnunum, virði ekki alþjóðalög, þannig að þeir bara ganga frá þessu. Ég veit ekki með þessa hugmynd hérna kanadíska forsætisráðherrann að millistór ríki geti byggt upp heimskipan. Það hefur ekki verið gert áður, en það þarf þá eitthvað sko rosalega nýsköpun í pólitík og diplomatíu ef það á að vera, ef að millistóru ríki búa til eitthvað nýtt heimskerfi og Bandaríkin, Kína og Rússland sætti sig við það. Það þarf allavega að við erum ekki komið þangað að sjá lausnina þótt að hann hafi sko tjáð viljan það. En þá er það spurningin, hérna, getum við búið til viðunandi heimskipan ef að Bandaríkjamenn vilja ekki þessa sem er með Kína? Kannski, sko, hérna, hvernig eigum við að vinna með Britt, þeir ekkert að fara. Svo náttúrulega verður líka ekkert að hugsa, þú veist, hvernig eigum við að vinna með Rússlandi. Rússland mun verða alltaf, nágrann Evrópu, þannig að þeirra hrýnur. Og það gerist líka, mér finnst það fallegt sem einhver hefur sagt, sko, að þeirra heimur hrýnur áður en næstu verður til, þá fara tröllin á stjá. Og það er svona það sem að maður verður svolítið að passa sig á þessu. Eru ekki okkur þar? Við erum okkur þar sko. Þess að verður maður svolítið að passa sig á því sko að ekki elda tröllin kannski í öllu sko. Nei. Af því að þau eru ekki að fara að byggja upp heiminn sko. Þau eru bara eiginlega sjúkdómseinkenni á okkur svona tilteknum tíma sem er. Þannig við verum að hafa eitthvað svona fókus það hvert ætlum við að fara með samfélagið. Hvernig samfélagið ætlum við að byggja upp að þeim sem ekki ætlum við viðbröðum við tröllunum sko. Nei. En við erum svolítið hrædd við þau núna sko. Þau eru bara svo fyrirferðarmikil og þau fá allt plossið og traðka á alla, traðka á innflytjendum í heimsluta það sem að væri bara komið friður og væri ekkert svona vandamál en svo bara núna þá kemur það náttúrulega bæði Sjáu líka, hafið tekið eftir þessu hérna með hvernig hérna Trump var með Elon Musk alltaf bara inn í Oval Office, þú veist, og hafa með honum og svo fóruð ekki einlega á fílu það ekki? En allt í hennu núna er hann komin það ekki aftur. Gæti það verið, menn hann er með þetta hérna þessar gerfinata lausnir og er bara með þetta Starlink og allt þetta. Vist, er þetta málið? Þetta er þessu okkur vísindaþrillar. Ekki fyrir mig, takk. Og mér finnst svolítið lítil, sko, ég myndi vilja sjá hans meiri umfjöllun þessa gullhvelfingu, út af hvað hún gengur og hvað þetta, þú veist, er þetta eitthvað sem er það sem í raun og veru skiptir máli. Það er bara menn að búa sér til hérna varnarstöðu og það þarf einhvern veginn að vera eitthvað jafnvægi sem þessir hérna stórveldis fyrirlegar geta sagt sér við sko. Það kann maður eins og samsæliskenning en sko það var eitthvað sem sagði í vikunni að Trump er valdamesti maður sögunar og þá var það sko völd Bandaríkjaforseta eru svo gríðarlega og hann hefur sópað til sér svo völdum að líklega bara já, alltaf ekki bara þessi valdamesti maður sögunar. Elon Musk það hefur engin auðkýfingur haft önnur eins og völd og hann bæði í kringum auðsinn og hann stýrir hérna X og fleira og hefur bara gríðarlega völd og er hluti af ríkisstjórn sem er að svona komi í gegn hans hugmyndum. Þannig að við erum náttúrulega í einhverju stöðu þar sem allt sem hamdi auðvaldið og hérna fasíska tilburði stjórnvalda eru bara öll beltin okkar laus einhvern veginn. Það er búið að gefa bara milljarðamæringum heimins sko, og lýðræðið og svolítið áhugavert út af því að ég sitt í stjórn hérna New Economics Foundation sem er svona hugvita á sviði efnahagsmála í Bretlandi
og þar var sérst í samvinnu við LSI gerð svona rannsóknar sem að tala við milljarðamæringa og verkefni gengur út á það að reyna að skilgreina að því að við erum með svona línu sem er sárafátæktarlína, allir sem fyrir neðan hana eru sárafátækir, en hugmyndin baka verkefni að skilgreina hvað ofsaríkidæmi, þú veist, hvenær einn einstaklingur og svo ríkur og það farið að skaða samfélagið í kringum hann. Og bara stórleita milljarðamæringum telja bara að svo sé. Þú veist, meir en helmingur þeirra hefur áhyggjur af áhrifum milljarðamæringa á lýðræðið. Stór hluti þeirra vill ekki börnin þeirra segja að ríka þeir sjálfir. Þannig telja að sé eitthvað svona, það getur bara verið vont fyrir þau, sko. Og þannig að meiri sé að þeir sjálfir hafa bara mjög miklar áhyggjur af þessari stöðu. Og við bara höldum áfram að gefa þeim meira og meira og meira. Þú veist, þetta alveg, leifum við öllum mólunum að já, þessi tæknir risa, þetta gervigreind, þetta kapplaup, þú veist, þetta eitthvað bara, þessi þetta gervigreindar kapplaup, þar sem eru bara tæknir risar. Já. Þetta finnst mér mjög svona... Já, viðspyrnan gagnvart þeim sko er voðalega veikburða og eins og Breta núna er að tala hvort að ég banna X út af þessu grokkdæmi nektarmyndunum sko meðal annars bassmóðir hans Elon Musk sem er núna búin að kæra hann fyrir það sko en svo gerist ekkit og en ég held að við megum heldur ekki gleyma því sem er bara að gerast innan Bandaríkjanna en þess að við erum búin að tala það sem að bara sko áhrif þeirra á heiminn en ég meina, voru ekki fréttir í gær af aftöku númer 2 frá ICE og ég held að þetta er eitthvað að ég man þegar sko Black Lives Matter dæmið var í gangi og þegar Trump sagði bara, geti ekki bara sendið inn herinn og bara látið skjóta þetta lið og hún var sagt að það var ekki hægt en ég held að hann var alveg ís til þess að fara niður þá leið og þá verður bara þá bara hrinu samfélagið að innan sko í Bandaríkjunum og það er við erum alveg að sjá bara mjög stóra sprungur þar sko og þetta æstæmi er alveg sturlað, algjör sturlað. En svo það samt einhvern veginn þannig, þú veist að fólk bara, margir kjósa bara með veskinu sínu, þú veist og þegar fólk sér síðan bara einhvern veginn það er eitthvað auðveldara, hefur meira milli handana. Já, en það er ekki heldur sko. Nei, það er ekki heldur að gerast. Já, það er samt bara stærstu vonbrigðin með svona þróun mála undanförnum misserum hvað viðspyrnan er veik og hvað fólk er rosalega fljótt að normalísera eitthvað sem er fullkomlega óeðlilegt. Allir hræddir sko, enginn þarf að taka afstöðu enginn vill sitja afkomu sína í hættu og maður sér allt í einu bara, heyrðu, þetta getur eiginlega farið sko miklu lengra sko. Nei, minna meira sér háskólarnir í Bandaríkjunum lúffuði. Já, og þið sjáu líka hvað er að gerast þannig að hann er farin að hafa áhrif á kennsluskrár í mikilsvirtum stofnunum og stóra háskólum. En svona minna þið sjáuð alveg svona miniatúr útgáfur af þessu, þú veist, hérna á Íslandi og allt í kringum ykkur. Ólíkarkisma. Já, ólíkarkisma, líka bara þetta sko þú veist, einhver svona sterkur og ofbeldisfullur inn í einhverjum félagskap eða eitthvað sem að fer fram með offorsi, þú veist, fólk sem vondu aðra, hæðist á öðrum, allir hlæja, svolítið fyndið sko og svo farið að útskýra fyrir nei, þetta er ekki það sem hann er að meina sko, það sem hann er að segja veist, hann er nú stundur svolítið erfiður og bara fólk fer bara í eitthvað spíral og ég bara, við verðum að vera með svolítið sterkan kjarna sko og þú veist, þú þarft ekki að mætt svona ofbeldi og þú veist, og svo bara og þeir sem að rísa upp eru bara teknir niður þú veist, og auðvitað er þetta ekkit á þessum sama skala, en ég bara segja, við sjáum þetta í samfélagi og verkefnið er bara hvernig byggjum við okkur sjálf og bara okkar samfélag upp í að láta þetta ekki viðgangast. Ég finnst eitt svolítið merkilegt að því að núna svona fer ég svona inn á fullorðins vinnumarkað upp úr aldamótum og kemst svona til pólitísk svits og ára og mikið í þessari kvenréttindabaráttu og eitt af því sem að sko við gerðum, feministar í Íslandi er að sem náðu mjög miklum árangri fyrir hönd samfélagsins í okkar baráttu að það var svona regla sko að við tölum aldrei útlit kvenna. Þú veist, ég er ekki bara eitthvað sjáðu hvað hún er í hallarslegri peysu eða eitthvað að það var bara svona regla og smám saman
agaði samfélagin í það að það var ekki alltaf verið að tala konu niður út af því að það var einhverjum astnalegum sokkabuxum eða eitthvað. Og núna er þetta bara komið bara á fullt aftur. Þú veist, bara verið að gera grína útliti, klæðaburði, íktasta dæmi að leika einhverju konu við skerpukjöt og fólk er bara eitthvað að hlæja með. Mér finnst þetta bara ekki í lagi, sko. Það er líka fólki sem hlær. Mætir á samkomu á þeim þar sem þeir eru að verðlauna, sko. En þetta er ekkit bara þeir einu sinni, þetta er bara orðið frekar algengt, sko. Einhverja ljótar sokkabuxur og þess asnalegi skór og mér finnst þetta bara ótrúlega sorgleg þróun. Þetta er árið sem eru frá Trump, það ég hata andstæðinga mína og þar lendi ég, og þeir eru landráðamenn og þar lendi get ég sagt allt í Það gera lítið þeim. Það er öll meðul rétt og þá kemur bara eitthvað svona yfirgengilegur dónaskapur, bara flæðir yfir allt. Og þetta étur fólk upp alveg eins og stjórnmálaskoðunum. Heldur betur. En haldið þetta sé þá komið til að vera? Af því ég er ekkit viss um það, sko. Nei, ég held að þetta sé smá svona skringistímabil eins og þú ert vísa í þetta tröllatímabilið. Ég hef trú á því að þetta sé smá svona hugmyndafræðileg eyða þar sem einhvern veginn allt er í uppnámi og er ekki ríki er ekki búið að setjast og menn er ekki maður bara vonar að komist eitthvað jafnvægi á þessi heimsmál það sem getur verið það gerist ekki sjálfs. Nei, það gerist við þurfum að berjast mikið fyrir því. Já, og þess vegna ég ger ráð fyrir þegar við hlusta á Óla Ragnar Grímsson í Silfrinu á mánudag og mér finnst það mjög athyglisvert að heyra, þú veist, ég gæti ekki betur skilin hans svona vera hvernig best fyrir okkur hérna á Íslandi að haga málum, sko, og svo ég tók út í svona, bara nú skulum við bara hafa okkur hæg, sko, þú veist, við skulum bara ekki vera að sperra okkur eitthvað inn í þetta núna. Það var svona sem að athygli. Nei, hvort er sérna hélt Trump ræðu og nefndi Ísland 5 sinnum. Já, meina samt það er ekki einhver mismæl en ég veit ekki, þú veist, erum við ekki á okkur óbúrslega skrýtnu stað þegar að það er best að bara einhvern veginn eins og fólki úti sem þóttist að dái, það lifið af. Nei, reyndar ekki öll, sko. Nei, en einhver það. En þetta er eitt af því sem er sagt, ekki þykjast fyrir dáin. En mér svolítið fyndi komið úr honum sem var nú frekar fyrirferðan mikill karakter og sjálft að láti lítið fyrir sér fara. En nú þess að kjarnast þetta inn í þess að umræðis núna ingang okkar í Evrópusambandið og það er fólk sem hugsa bara í fótinn að stíga, þú veist, eigum að halla okkur að Evrópusambandið. Ég hefði fyrir kannski svona í vor þá rættum við þetta stundum að bara ekki hringi í hann þegar Kristrún og fleiri voru að tala um að hringi í hann. En mér finnst sko það sem hefur gerst á síðustu vikum bara eiginlega eftir árásina inn í Venezuela og ránið á Maduro sem var réttlætt með því að okkur vantar bara oljuna og ekkert verið að réttlætt þetta á neinn annan hátt að það fannst mér vera og þá voru Bandaríkjamenn sem byrjaði að tala um Grænland strax í kjölfarið, ekki það að bytta á hann við okkur sem kom. Að mér finnst það breytingin voru svo mikil að ætla að vera play dead gagnvart þessu. Ég held að ég sé bara stórkostleg mistök. Við höfum að bara hlaupa allan heiminn að reyta að einhverjum bandamönnum til þess að verjast þessu. Því og það að vera leika sér veikan á móti þessu. Að hann bara ræðst á það. Hann virðist vera bara eins og svona bulli á skólavelli leið og sýnir eitthvað svona ótta eða eitthvað. Hann veigrar sér ekki við, þú veist, hann hlýðir ekki við það. Hann ræðst á því sérstaklega. Hann getur alltaf að fengið sér Ísland bara í morgunmat. Hann alltaf með, veist. Nú sagði hann Ísland, þannig að nú eru fundir, það verður kort og benda þetta er Ísland. Það verður útskýrað Ísland fyrir hann núna til þess að hann geti sagt að hann hefði ekkert verið að mismanna sig, hann var að menna Ísland. Við erum greinlega búin að lyfta brúninu öllu sem á okkur horfa og hlusta. Er ekki allir kátir nú? Við erum allir. Nei, sko, erfiðum tímum. Stundum er sagt að ég sé svartsýnn og þá sagði ég, nei, ég er ekki svartsýnn. Sko, ég þori að horfa á mjög erfiða stöðu án þess að missa kjark. Það er bjartsýni. Það er svartsýni að alltaf skiptum rás í vonum og heyrir ekki slæm tíðindi. Það er ekki til svartsýnn fólk og við erum ekki að hlusta á það. Joe Hill, með dreymdi nótt ég sá Joe Hill, hinn sanna verkamann. Hann sagði, don't mourn, organize. Ekki gráta bjöðbónda, bara safna liði og gera þetta. Það er þetta kannski að þú ert að leggja til. Já, þá verðum að greina ástandið raunverulega. Hver er hættan? Við hvað erum við að berjast? Og til þess að komast á eitthvað svona skreiningu þá verðum við að geta talað um það. Það er bara svo breytilegt, sko.
Ég held að fólk sé að gera það akkurat núna, sko. Þetta er náttúrulega, þetta er eiginlega splungun í staða sem er komin upp, sko. Það er bara enginn búinn að finna lausnina við þessu. Ég meina, hvernig á maður að díla við ofbeldismann? Nei, það er líka mjög gott að vera í stöðu þar sem að lausnin ekki komin. Kannski erum við búin að halda það í marga áratugi að eina sem við að gera sem kjósendur og borgarar að segja að viljum fara í Evrópusambandið eða ekki, eins og ykkur aðrir sem búin að hugsa þetta. Við erum núna með mjög flókna stöðu í samfélaginu okkar og í heiminum þar sem hvert okkar verður að setja sig inn í hlutina og verða virkir bara heimsborgarar og samfélagslega þáttakendur til þess að heimur sem verður til þegar tröllin verða ómark, að það sem að rís upp sé eitthvað sem er raunverulega skiptir máli, sko. Annars erum við bara meðal tröllana og tröllin alltaf segja okkur um að velja milli þessa og þessa. Viltu, hvað heitir hún, Ingibjörg eða Lilju? Viltu Pétur eða Heiðu? Viltu ESB eða ekki? Eða viltu Trump eða Evrópusambandið? Heimurinn er ekki svona. Hvort maður byrjar að fara fyrst í buxurnar eða peysuna? En á þessu jákvæða nótum Þetta var alveg svona ákall call to action, eins og sagt er góður íslensku. Þetta var mjög gaman og Kjartan, Marja og Halla, takk fyrir komuna. Og ég ætla að víkja velli líka. Gunnar Smári fær til sín hér eftir augnablik fyrrverandi utanríkisráðherra og sendera allan í Bandaríkjunum með Washington, Jón Baldvin Hannibalsson. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið stétt, Bólholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Vantaði nýja flík, komdu í skemmtilegasta fatamarkaðin í borginni, í Bólholti 6, fatamarkaður Vorstjörnunnar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Segðu það
á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Við ætlum að ræða hérna heimsmálin í seinni hlutunum og við fengið aðstóð þar frá Jóni Baldvin Hannibalssyni, fyrrverandi utanríkisráðherra, guðfaðir EES-samningsins hérna á Íslandi, blandaðist inn í svona öryggismál Evrópu í Eystrasaltslöndunum í frelsisbaráttu þeirra, varst sendiherra í Washington og þekkir bandarískt samfélag. Ég fekk nú tilfélinguna að þau mist listin á bandarísku samfélagið og varst sendiherra þar. En hugmyndin var svo að fá þig hérna til þess að labba aðeins með í gegnum þessar flóknu mynd sem er hérna í heiminum, þar sem er svona eitt heimskerfi virðist vera að hrynja og annað ekki orðið til og eins og við sögum hérna áðan að þá fara tröllin á kreik. Eitt af því sem við vorum að ræða hérna í lokin var hérna kom fram svona, ég veit ekki hvað, svona ójafnvægi sem er innan samfélagana í kjölfarið á nýfrjálshyggjuárunum. Og það var talað hérna að það veru auðkýfingar sem væru að krefjast þess að þeir eru hamdir með einhverjum hætti. Einn svona, maður gæti velt í upp. Opna bréfi frá þeim gæti orðið bara eingangurinn á okkar samtali, því að það lýsir þessari galnu heimsmynd. Já, og þá er það hugmyndin svo að við séum kannski í þessari stöðu í heimsmálum vegna þess hvernig við höfum veikt og eyðilagt kannski samfélögin sjálf. Já. Með skattheimtu. Og þú tekur undir þetta bara með jái. Já, má ég vitna í þá? Sko, opið bréf frá 400 miljardamæringum í dollarum talið til ríkisstjórna heimsins, farði nú að skattleggja og nánast áskorunum að fara að gera eitthvað í skattaskjólunum sem að stofnun í Washington áætlar að sé nú orðið 3. stærsta hagkerfi heims. Svo mikið lög og rétt og allir skulu vera jafnir fyrir lögunum. Jæja, þeir skora á ríkisstjórnir með þessum rökstuðningi, þeir segja. Innan við hálfa tilt auðkýfinga, ólígarka sem styðast við ævintýralega öfgakenndan einkaauð, hafa keypt lýðræðið okkar, hafa yfirtekið ríkisstjórnir, eiga fjölmiðlakerfið, stjórna eða hafa stjórnandi tök á tæknibyltingunni sem við erum að lifa í gegnum og hafa stór aukið örbirð, fátækt og félagslega einangrun. Þeir eru á hraðri ferð með að eyðileggja lífríkið okkar líka. Takið til, fara að gera eitthvað í þessu. Að þetta skulle vera áskorun frá þeim sem að helst hafa hagnast á þessu heimskerfi sem að undir merkjum hnattvæðingar og nýfrjálshyggju sem að fór að mótast hér upp úr á 8. áratugnum er alveg ótrúlegt og er umræðuna virði. Við höfum svolítið verið að halda fram þessu sjónarmiðum hérna við þetta rauða borð og þótt stundum vera svolítið róttækt. En maður það náttúrulega endur skoða aðeins róttækni sína ef það eru helstu auðkýfingar í heimi sem eru komnir með sömu skoðanir. Já, það er ekki því. Já, þá verður maður að finna hvert er næsta skrefið því að... Já. Þetta tengist því að af hverju setjum við uppi með þessa stöðu sem við erum með. Heldurðu að Trump sé einhver leyti afkvæmi
þeirra breytinga sem urðu í bandarísku samfélagi? Já, það er engin leið að skilja hann nema með því að átta sig á því að Bandaríkin eru gerbreytt þjóðfélag á þessari nýju öld frá því sem að við gerðum okkur hugmyndur Sko, einhver tíman í æskuminni las ég bók eftir Tocqueville, franskan speking framtíðarlandið Ameríku, land lýðræðisins, land framtaksins, land frjálsar tjáningar og framtaks, fyrst og fremst framtíðarland lýðræðis og lýðræðislegra stjórnarhátta. Núna, þegar við skoðum Bandaríkin, þá getum við sagt þetta var í samanburði við einræðisstjórnir lénsaldar í Evrópu, konungsveldi og keisara. Nú er það svo að það eru Bandaríkin, framtíðarland hinna snauðu og fátæku, sem að eru meira stéttskipt en yfirleitt nokkurt annað ríki í heiminum. Þar sem er undir stjórn örfámennrar yfirstéttar í krafti auðs með Jimmy Carter lýsir því best, hann segir að á þeim 242, hún segir þetta í ævisögu sinni, á þessum 242 árum sem þá voru liðin, þá hafa Bandaríkin verið í friði í 16 ár. Frá árinu 1970 hefur aldrei verið ár þar sem Bandaríkin hafi verið með friði. Hann segir, við erum orðnir stríðsóðasta þjóðfélag samtímans. Og sögunar kannski? Já. Og þá sögunar, eða ekki? Já, sennilega sögunar. Já, ekki samtímans, sögunar. Já. Þannig að Bandaríkin fóru af braut. Þetta fórustu ríki lýðræðis í heiminum. Kannski er þessi hugmynd okkur Bandaríkin, góðsuguna, fórusturland hins frjálsa heims og svona. Eitthvað leit er þetta svona óskykja. En þetta var eftir sem áður var þetta innbyggt einhvern veginn inn í þjóðarsálinum að samfélagi vildi fara þá braut. En það er ekki lengur. Fyrir nú utan þjóðarfeðurna höfundar stjórnarskrárunar og það allt saman, það var þó heilt tímabil á síðastliðinni öld þar sem Bandaríkin, við erum að binda vonir okkar við það. Tímabil New Deal Roosevelt var uppbyggilegt tímabil til þess að binda endi á frjálshyggju tímabili fyrra og gerbreytti heiminum aftur. Við tók gullöld sósíaldemókratisins, sérstaklega í Evrópu, mesta hagvaxtarskeið, mesta blómlegasta fjárfestingar, mesta framfarir í lífskjörum og í almennings, útrýmingu fátæktar, uppbygging velferðarkerfisins, þetta var allt gullöldin og í skjóli Bandaríki voru auðvitað í lok seinna stríðs. Það er erfitt að hugsa sér það. Helmingur þjóðarframleiðslunnar var þeirra. Evrópa var í rúst, Rússland var í rúst, Kína var í rúst, heimurinn var í rúst. Það besta sem úr sögu diplomatíunar sem mér getur hugkvæmst er Marshall-áætlunin. Forystumenn Bandaríkjanna beittu sig fyrir því að styðja við uppbyggingu og hraða uppbyggingu Evrópu, bauðu Rússum að taka þátt og Austur-Evrópu. Marshall-aðstoðin var framlag Bandaríkjanna til þess að endurreisa friðsamlegt hagsælda-skeið og það verður auðvitað út af fyrir sig ekkert frá þeim tekið. Þetta er bara allt önnur mynd, þetta er fortíð. Og nú, þegar við tölum vestræn gildi, vestræna menningu, í nafni vestræna menningar, fjölmenningar, lög og réttur, eru skattarskjól, 60 skattarskjól utan við lög og rétt. Er það afsprengi vestræna menningar lög og rétt? Ég man eftir því að hafandi lesið einhvern tímann sögu breska nýlendustefnunar, það var hérna í Edinborg í Galanda, það var vitnað í samtal við Gandhi, frelsishetju Indverja,
og hann spurður hvernig honum lítist á vestræna siðmenningu. Og hann segir við, hváir, brosir út í annað og segir, já, það væri nú góð hugmynd. Hans upplifun var valdbeiting, arðrán, yfirtaka á auðlindum fátækra þjóða, hernaðaróbeldi vissulega, nýlendustefna vestrænna ríkja sem við köllum birtist afganginu á heiminum með allt öðrum hætti. Ópíumstríði í Kína í 100 ár. Herðu, sko, þetta hérna, við má draga fyrir aðeins bara inn í svona daginn og kannski nær svona dægurmálum að ríkisstjórnin að ganga frá þingsályktunartillögu að hvenær verður efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu inngöngu í Evrópusambandið. Umræðum það mun náttúrulega kannski verður umræða okkar breytta heimsmynd dregin í gegnum þá umræðu. Jú. Þannig en mér langar samt að ræða þessum Evrópusambandið fyrst ef við kannski svona gleymum bara heimsmyndinni, ef við reynum átt okkur á því hverjir eru kostirnir fyrir Ísland að í staðinn fyrir að vera aðili að EES að ganga í Evrópusambandið. Já. Evrópusambandi kostur og gallar. Og án tillits til þess á hvað tíma við erum. Það er ákveðið sjónarmið að segja, já, þetta er ekki spurning sem á við í dag, bara út af óvissun í heiminum, en látur sér svo að þetta sé spurning við hæfi. Eða að fara inn. Sko, samrunaferlið í Evrópu eftir stríð sem að nú er þar komið sem heitir Evrópusambandið var auðvitað stórkostlegt framfaraskref. Evrópa væri ekkert með í stórvelda pólitík væri engin Er það ekki bara fínt? Er það ekki bara fínt að vera ekki í stórvelda pólitík? Evrópa hefur ekki lokið sínum hlutverki mínu mati. En sko, hún væri sko Bretland, gamla nýlenduveldi að veslast upp, Frakkland upplaust nýlenduveldis, Þýskaland í rústum eftir geðveikt útrýmingarstyrjöld, Evrópa var í rúst. Frumkvæði þeirra sem beittu sér fyrir samrunaferlinu var aldrei aftur stríð, þetta átti að vera friðarmissjón og það átti að beita öllum tækjum til þess að koma í veg fyrir stríð og stuðla að samstarfi og samruna. Já, og þetta er jákvæð hugsun og hún er friðsamleg og hún er hinn valkosturinn að byggja aftur á grunnunum, á rústunum, á rjúkandi rústum tveggja heimsstyrjalda var ekki... Make Þýskaland great again og make Frakkland great again. Já. Þvílík tilhugsun. En sameiningahugmyndin, sumar hugmyndir eru þannig að þetta er góð hugmynd og hún virkaði vel en ákveðin tíma. Myndirðu segja að blóma tími þeirra hugmyndar, hvað næra langt, nálægt okkur í tíma? Já, sko, við skulum staldra við hrunið. Hrunið var náttúrulega amerískt uppruna, það var afleiðing af því að bandarísk stjórnvöld slepptu öllum böndum, reglum, eftirliti, lögum, reglum á fjármálageirann sem braust þá út yfir heimsbyggðina í nafni nattvæðingar og tótal frelsis auðmagsins, þar sem aftur múti vinnuaflið er lókalt, fjármagnið er glóbalt og því var sleppt lausu, sigað á heiminn. Sumir héldu lengi vel að þetta væri voða gott og nú sjáum við hverjar afleiðingarnar eru. En að því var það Evrópu, að þá sjáum við hvernig brást Evrópa við hruninu. Það er bara satt frá því að segja að það á þeim tíma voru hugmyndir nýfrjálshyggjugaurana svo alls ráðandi að allt sem tæmi frá ríkjunu er vont, markaðurinn er góður, markaðurinn leysir sín vandamál sjálfur og látið bara markaðsöflin í friði. Allt þetta dellumækari, það hrundi náttúrulega með hruninu vegna þess að það sem kom til bjargar var frumkvæði ríkisins. En frumkvæði ríkisins hvernig?
Hugmyndin var að hérna, þetta var fjármálakreppa og þetta var bankakreppa og það var verið að eiga við skuldafjöll og hver voru úrræðin? Að heimta að almenningur í landinu almenningur í þessum löndum sem hafði ekki tekið þessi lán og skuldaði ekki þetta, borgaði af því að hérna, fjármálageirinn var of stór til þess að það væri hægt að láta hann falla. Þetta leiddi í för með sér það sem ég kalla austerity, það segja harðlífis hérna, áratug austerities sem þýddi stöðnun, massíft atvinnuleysi ungs fólks og eiginlega var verið að níðast á hinum félagslega sáttmála sem það að já, við í fræga sósíaldemókratíska hérna, samkomulag eða já, sátt svo við föllumst á að markaðurinn geti þjóna sínum hlutverki og sé góður til auðsköpunar ef hann undir lýðræðislegri stjórn sem algjörlega nauðsynlegt til þess að hann lendi ekki í ógöngum, markaðsbresti og einokun og fákeppni og svo framvegis. Það regin misskilningur í allri pólitík á Vesturlöndum að það sé ykkur hræðilegar andstæður sko, markaður og ríkisstjórn. Markaðurinn þrífst ekki þess sem veik ríkisstjórn. Það ekki nefnvítis markaður á Haítí. Það bara óstjórn. Og það ekki skattar á Haítí, nei, en það líka heldur ekkert við að fást. Skattlegning forsenda uppbyggingar innviða sem atvinnulífi byggir á. Já. Svo að, hérna, ég minnist þess sko að ég að lýsa Evrópusambandinu og viðbröðum við hruninu. Evrópusambandinu ekki búið að ná sér algjörlega eftir þetta. Og breytti þessar ákvarðanir sem teknar hvernig það bregst við hruninu, voru þær þannig að eðli Evrópusambandsins breytist? Við völd í Evrópusambandinu sko, þetta allt saman hægri stjórnin nánast allt saman. Það undantekningar ef það ekki. Þegar þú varst í pólitíka þá sagði Davíð Oddsson að þetta var allt vinstri menn nema hann og Asnar. Já, hann bara það. Það var eitthvað til í því, þá voru kratar yfirleitt við völd í Skandinavíu auðvitað, í norrænu velferðaríkinu. Þar voru Kalevi Sorsa og þar var Palme og þar var hérna Gro Harlem Brundtland og í Östuríki var Bruno Kreisky og í Þýskalandi var hérna Willy Brandt, ljúlingurinn Willy Brandt og Helmut Schmidt. Nú og í Fraklandi var Mitterrand sem að saminaði vinstri öflin undir sósíaldemókratísk pólitík ásamt með hérna hans elsta hugmyndasmið Delors sem var besti framkvæmdastjóri sem Evrópusambandið hefur nokkuð tímann haft. Þetta var gullöld sósíaldemókratísins. Þetta eins og sjálfstæðismenn segir stundum gamli góði sjálfstæðisflokkurinn. Þú ert að tala gamla góða Evrópusambandið. Og það bara allt öðruvísi í dag. Það hafa allt annað eðli. Nú það fyrst og fremst að þjóna markanum, svo kallaða, sem eru fyrirtækin. Þrengja að möguleikum almenningsum að byggja sér upp svona velferðarkerfi. Já, sko, Evrópusambandið mun á næstu árum verða að gera upp við sig hvað það ætlar að verða. Ætlar það að verða Bandaríki Evrópu og það þýðir þá, lýðræðislega kjörin miðstjórn bandalagsins svona, rétt eins og Washington. Sameiginlegur her. Já, sameiginlegur her og hervarnir og allt saman. Eða ætlar hann að vera bandalag fullvalda ríkja. Við skulum segja, líkingu við Þýskaland. Þýskaland 19 fylki með verulega sjálfstjórn og ég spátt. Sko, það eins og Evrópusambandið sé á milli vita. Það boðar alltaf nánari samvinnu. En hvað þýðir það? Sko, Delors beitti sér fyrir fyrsta lagi innri markanum. Það var mikið afrek og mikið framlag til í samrunaferlinu, mikið opnaði gríðarleg tækifæri fyrir Evrópu á heimsvísu. Og síðan beitti hann sig fyrir sameiginlegu peningamálakerfi, þar sé evrunni.
Og spurningin þar með, sko, ef að þetta væri bandaríki Evrópu, þá myndum við vera að stýra hagkerfinu bæði með peningamálastefnu og ríkisfjármálum. Sko, við höfum lært eitthvað hagfræði, við erum aldrei upp í það að hagstjórn ríkisfjármál, hækka að lækka skatta, hækka að lækka ríkisútgjöld eftir því hvernig hagsveiflan hvort þú þarfst að örva hagkerfið eða halda í við það. Nú, og svo peningamálastefnan sem verður að vera í kór við þetta og hún hvað? Hún gengið, samkomulag gengi gjaldmiðla og hún verðið á fjármagninu, vaxtastefnuna, hækka vexti til þess að draga úr, lækka vexti til þess að örva. En ef þú ert stjórnvald í Evrópuríki sem aðilega ESB, þá eru korrupt. Annars vegar þá evran í höndum annarra og síðan ertu með alls konar fótjárn og handjárn það hvað þú mátt skulda mikið, hvað þú má hafa mikinn halla. Þannig að þú ert eiginlega búin að missa bæði tækin til þess að stjórna landinu sem þú varst kosin til þess að stjórna. Akkurat, já, kosin, já. Því aðrir sem ekki voru kosnir sem að raunverulega fara með meiri völd í þínu landi. Það í Maastricht-sáttmálanum, það stendur skrifað, ríkishalli ekki meira en 3%. Ríkisskuldir ekki meira en 60%, vextir ekki hærri heldur en 2% umfram það sem vextir eru lægstir. Þetta allt bara bundið í sáttmála bundið í lög. Vísu hafa stóru ríkin innan Evrópusambandsins virt þetta að vettugi, en þetta ætlast til þess að hinni minni, af því Evrópusambandið þrátt fyrir allt bandalag smáríkja, eða miðlungs og smáríkja, sem þau verða hlítað. Þetta della, sko, það ekki hægt að halda upp í neinni hagstjórn með þessum móti. Enginn, þú búið taka af þér verkfærin. Ríkisfjármál í Evrópusambandinu megi ekki vera með, ég man ekki hvað var það, 1,1% sko af heildarbudget sko bandalagsins í heild og það fer helmingurinn í landbúnaðarstyrki og hitt fer í byggðarstyrki. Þannig að Evrópusambandið með sameinaðan seðlabanka sem í upphafi var mjög valdalítill, Þjóðverjar bönnuðu það að hann væri lender og last resort og hann mætti gefa út skuldabréf. Þjóðverjar hafa nefnilega ofnæmi fyrir öllu sem heitir skuldir. Það brendað inn í það frá Weimar í gamla daga þegar verðbólgan fór í 1000% að það verður bara alltaf vera að ríkisfjármál sé eins og heimilisbudgeti hjá þeim, það verður alltaf að vera plús sem auðvitað della, sko, bara staðreindaleg della. Það reyndar hleyptu sér fram hjá því núna daginn til þess að geta aukið útgjöld til hermála. Já, þeir eru að gera það. Nú, bara til sumur upp, sko, Evrópusambandið á milli vita og við erum að tala um það að eigum við að fara að leggja þetta fyrir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu núna. Mér finnst það aðvarsamt. Við getum talað og munum örgulega gera það eftir bandarísku tilraunina, hvernig hefur gengið að búa það til og sömuleyti fórum við aðeins inn í það. Við getum talað evrópsku tilraunina og þetta ástand sem á Evrópu núna, segjum að við verum að gera frá sjónarhóli til orðs, að hann myndi segja að þetta var allir lægi tímabundið, en þetta hlýta leiða til þess að yrði kosin ein stjórn yfir Bandaríkjunum, annars meikar þetta enga sens að vera með evru eða vera með þessar kvaðir á ríkisfjármálum ríkjana. Þannig að við getum þolað þetta kannski í áratug, en núna eru bara liðnir sko 3 áratugir og Evrópa eiginlega á þessu millibilsástandi og þú mynd þá kannski vilja segja að það eiginlega fráleitt að sækja þú veist ekki hvort þú ætla að fara tilbaka að draga það úr vægi evrunar eða stjórn Brussel á ríkisfjármálum einstakar ríkja eða hvort þau ætlið að búa til bandaríki Evrópu. Já, nú mundu vinir mínir Evrópusinnar líklega að segja býtu nú hægðu nú á. Sko, nágranna lönd okkar, önnur Norðurlönd, Danmörk, Finnland, Svíþjóð eru í Evrópusambandinu, væri nú ekki ráða að líta á hvernig þeim farnast og hvernig þeim hefur vegnað áður en að sagt að þetta sé allt ómögulegt. Og svo það hitt,
þrátt fyrir þessa erfileika og það er eitthvað til í því sem við erum að segja, þá er það af öðrum ástæðum, nefnilega ógnaröldin í alþjóðamálum og hættan sem okkur stafar, annars vegar Rússland og Úkraínu og eins vegar Bandaríkin sem að hóta valdbeitingu aftur gegn bandalagsríkjum sínum, eins og Bretar gerðu við reyndar okkur, að mennum ekki gleyma því, innan NATO hefur áður verið stríð. Bretar réðust gegn okkur. Það voru freikátur hérna upp í Túnfæti. Það voru freikátur hérna næstu upp í Túnfæti. Já. En þá eru þau að segja, það eru þessar ógnir sem valda því að við verðum að líta á aðalatriðin sem öryggi þjóðarinnar og takast á við hitt bara með öðrum. Því að við hefum bandamenn þrátt fyrir allt innan Evrópusambandsins. Þó að með þessu röku sem þú hefur farið yfir, þá getur verið vond vist að vera í Evrópusambandinu, þá er bara miklu verri vist að vera þar fyrir utan. Já. Þannig við höfum 2 slæma kosti. Já, 2 slæma kosti. Sem ekki alltaf gott. Það ekki gott. Og þá er það byggt á því að þú nefnir öryggismálin og oft er sagt að svona þegar á reynir, þá er það sem skiptir mestu máli. Ríki eru til í að fórna jafnvel efnahagslegri stöðu ýmsu til þess að tryggja öryggi sitt. Og þá er það líklega þannig að ef að þetta er staðan, að þá mun Ísland taka ákvörðun út frá því. En þá spyr maður á móti kannski, hvaða öryggi getur Evrópa skaffað okkur ef við erum að tala hernaðarlegt öryggi með stórveldið í vestri? Og svarið hún hefur talað það núna í 30 ár að hún ætli margar glærusýningar. Frá með hruni Sovétríkjanna stóð NATO náttúrulega frammi fyrir sögulegum tímamótum. NATO var, ég tek undir það með Birni Bjarnarsson og hverjum sem NATO the most successful collective defense treaty in history. Já, þurfti ekki að leipa á skoti, lýðræðisríkin sameinuðust öryggiskerfi, þar sem einn var fyrir alla og allir fyrir einn, árás og einn þýddi stríð á alla. Og þetta var successful og þetta dugði á Sovjetið sem að lifði nú ekki nema í 70 ár. Þegar það hrundi, hvað átti þá að taka við? Hvar var óvinurinn? Það var farinn. Bandaríkin hins vegar töldu að þau væru miklu sigurvegari kalda stríðsins, þau hefðu unnið kalda stríðið og þau nú væri heimurinn unipólar og hann væri undir þeirra stjórn. Kalda stríð hefði verið hugmyndalegt stríð og þess vegna ætti við þeirra hugmyndafræði að fá að fljóta yfir Austur-Evrópu og Rússland. Og myndi gera og þeir gerðu sitt til þess að koma því á framfæri. Það fór nú ekki til að vel fyrir öllum þessum löndum sem eru þarna. Nei. Að taka við nýfrjálsvíkinni frá Bandaríkjunum. Sko, á þessu tímabili, sko, ég verð nú að koma því að fall Sovétríkjanna og það tækifæri sem leiðtogar vestrænna ríkja fengu þar með upp í hendurnar til þess að reyna að beina Rússlandi, gamla nýlendu ríkinu, keisaraveldinu Rússlandi og totalitarian kommunistaríkinu Rússland og fylgiríkum inn á rétta braut til þess að byggja upp lýðræði og réttarríki og svo framvegis. Þetta var stórkostlegt tækifæri. Ég minnist funda á fyrstu árunum eftir fall Sovétríkjanna þar sem menn settu heimsmet í mælsku á hrifningu það hvað þetta væri stórkostlegt. Meira segja það var í fulli alvöru verið að tala um og það voru stofnað samstarfsvettvangur með Rússum og það var að tala um að byggja upp sameiginlegt öryggiskerfi Euro-Asian bara frá Portugal til Vladivostok að landamærum Kína og fyrir nú utan Björnsinn sem að framkom í Fukuyama það var bara ein hugmyndafræði, lýðræðið var á sigur för, lýðræðið, já. En núna lítum við tilbaka á þessa tíma og það verður að segjast eins og að leiðtogar vesturveldana á þeim tíma þegar Sovétríkin liðast í sundur og notabene það var fólkið sjálft í Rússland og Austur-Evrópu sem að lagði það að velli, það var hvorki Reagan í Thatcher.
þegar þetta að liðast í sundur þá fá þau upp í hendurnar tækifæri. Það þurfti nýja Marshall-áætlun í 5 ár og skipulagt plan, uppbyggilegt plan sem að var að lokum. Gorbatsjov hafði það ekki en það kom að lokum undir forystu Javlinskis, úkraínsks hagfræðings, plan. Og það vantaði $150 milljónir á ári í 5 ár til þess að koma þessu fyrir gafl og til þess að breyta Rússlandi úr einræðisríki sem hættulegt nágrannum sínum í lýðræðisríki sem að þolir nágranna, heimtar ekki leppríki allt í kringum sig og heitar eða hótar ella dauða og djöflinum. Þetta var tækið, menn geta deilt það, sko, hefði það tekist, hefði það ekki tekist. Bandaríki snýrust að gegn því. Það var sko fjarri því að bússarnir skildu hvað var að gerast. Reyndar vildu þeir bara kveðja Rússland og strúka hendurnar og segja við unnum. Eini maðurinn sem skildi þetta var Kohl, Þýskalandskanslari, sem borgaði reikningin fyrir sameiningu Þýskalands, 20 billjónir Deutschmark, borgaði það, tók við því og fekk það sem hann vildi, sameininguna og það að Gorbatsjov samþykkti áframhaldandi veru sameinar Þýskalands í NATO, af því að hann mat það að það væri minni hætta fyrir Rússland heldur en að hafa Þýskaland lausbeislað. Stórkostlegustu mistök liðinnar sögu. Þetta var tækifæri, það hefði gerbreytt heiminum til langs tíma. Það væri ekkert stríð í Úkraínu ef þetta hefði gerst. En það var ekki gert, þessi stað voru þessi... Við vorum að ræða þetta, jafnvel innan NATO, en það var náttúrulega ekki hlustað og minnisbók. Það var nú oft rætt ég ekki ennþá minnismerki við Hótel Sögu svona tilraun í NATO til þess að eiga einhverju samstarfi eða auka aðild fyrir Rússland. Ég held að Rússland sé eitt af logonum sem eru þar í minnismerkinu. Já. Það var á þeim tíma, það var í alvörinu verið að ræða það hvort að Rússland ætti að vera úti eða inni eða hvort það ætti að vera með einhverja hlíðar. Já. En við vorum að tala Evrópusambandið og það á tímamótum eins og allt í heiminum. Já, eins og allt í heiminum. Mundurðu mæla með því að ríkisstjórnin færi í gang með þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við ætlum að sækjum? Já, sko, þetta rétti tíminn til þess að framkvæma þessa þjóðaratkvæðagreiðslu? Treystir ríkisstjórnin sér til þess að leggja fyrir þjóðina eða hafa frumkvæði að vitiborinu umræðu sem byggð væri á staðreyndum, hvað ávinnst og hvað tapast, hver áhættan. Sko, við þekkjum Evrópusambandið. Við vitum það að sko, ef að Ísland færi ekki sérstakt fiskveiðistjórnunarsvæði viðurkennt inn í grunnsamningin og þá það varanlegt, þá þýðir ekki að tala við okkur frekar. Þá er það bara búið. En aðalatriðið að sko við erum ekkert að fara inn í Evrópusambandið á morgun þó að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla segja já, við erum að sækja við fullnægjum ekki skilyrðunum, inntökuskilyrðunum, það er að fyrsta og annað að sko samningaumleitanir og það sem er verið að semja tekur svo langan tíma að það er ekkert á kjörtímabilinu sem við erum að tala um það. Við erum ekkert að fara inn í Evrópusambandið á kjörtímabilinu. Þannig að spurningin þjóðaratkvæðagreiðslu sko 27 eða hvort hún verði á næsta kjörtímabili. Það deilir enginn það, við förum ekkert inn án þjóðaratkvæðagreiðslu en tímasetningin er praktískt verkefni fyrir þá sem nú ráða ríkjum. Já, en við erum oft í svo sambarlegri stöðu við eitthvað sem er mikilvægt en ekki áríðandi, af því að tekur hvað sem er svo langa tíma að þá kannski þurfum við ekki að fara að gera þetta núna en þú getur þar alveg aldrei gert það sem er mikilvægt en þú frestar því alltaf að því það er aldrei besti tíminn til þess að gera það núna. Þetta tala um það að því að það er heldur ekki að fólki sem er að reykja núna og veit alveg að þetta ætti að reykja bara sér ekki afstöðuna hvað þetta ætti í dag. Þannig að það getur verið að við eigum að endilega láta þjóðina velja hvort þú verið að fara í Evrópusambandið ekki af því það er bara mikilvægt mál.
sko að því að ég reykti 45 ára en fór til Kúbu til þess að velja með reykingum með minni aðferð, þar sem ég reykti bara Kúbu vindla í 1 mánuð og fekk við það svo mikil ógeð og sígarettum og tóbaki að ég kasta upp. Það hægt við því að þú varst líka að segja áðan að treysti ríkisstjórnin til að hleypa í gegn samfélagið vitrænni umræðu með Evrópumál. Þú ert ekki þátt í umræðu með Evrópumál og ég get alveg sagt það að þegar þú varst, það var ekki alltaf vit í þeirri umræðu. Hún fór út í móin og bláin, sko. Já. Þannig að svarið við þeirri spurningu er auðvitað bara nei. Auðvitað getur ríkisstjórnin ekki tryggt það að umræðan aðildarumsóknum við Evrópusambandið verði vitræn á Íslandi. Nei. Og allra síst í ástandinu eins og heiminum í dag, sko. Þegar við vorum að semja EES, þá var það í tíð vinstristjórnar Steingríms Hermannssonar sællar menningar. Efnislega var EES-samningurinn saminn, efnislega, á tímabili þessara stjórnar. Það sem olli því að hann gekk ekki strax í gildi var að Svissarar felldu samningin og við þurftum að semja upp á nýtt stjórnkerfið sem og hitt að hlutlausu ríkin sko fóru alla leið, fóru inn í Evrópusambandi, Finnland, Svíþjóð, Austurríki. Þannig að það tafðist. En það sem ég að segja er EES-samningurinn, sjálfstæðisflokkurinn var ekki með honum, hann var á móti, hann var í stjórnarandstöðu. Hverju voru með? Það voru alþýðuflokkurinn auðvitað frá upphafi til enda og samstarfsflokkar hans, Framsóknarflokkur og Alþýðubandalag. Þegar að koma kosningum 91, þá féllu þeir í þá gryfju, fóstbræður, Steingrímur og Ólafur Ragnar, að fylgis vegna þeir eru að snúast gegn samningnum af því að fylgi þeirra heimtaði það. Steingrímur viðurkennir í 3. bindi ævisögu sinnar undir seinustu síðunum að þetta hafi verið mestu mistök sem hann hafi gert á ferlinum og ég er innilega sammála því ef að þessir 2 flokkar hefðu staðið við það sem þeir gerðu og það var engu leitt fyrir þá, við heldum seminör á Þingvöllum oftar en einu sinni til þess að halda öllum upplýstum smæstu smáatriði, höfðu fullan aðgang bæða mér og aðalsamningamanni og allt saman. Þetta voru bara ómerkileg hentistefna og neyddi mig til þess að leiða Davíð Oddsson til forystu, síðan bendaði á mig og sagði, já það er honum að kenna að frjálshyggjan Þú opnaðir fyrir frjálshyggjan. Já, og hvað átti ég að gera? Ég var að staðráni því, aldrei skildi ég klúðra þessum samningi, því hann var hin lyftistöng íslensks fullveldis ásamt með aðildinu NATO. Þannig að ríkisstjórn Framsóknarflokks, Alþýðuflokks og Alþýðubandalags hefði haldið áfram eftir kosningar. Hún hefði það, já. Absolutt. Ég sagði þeim það. Og 10. áratugurinn orðin allt annar á Íslandi. Allt annar. Þetta voru hróðaleg mistök. Og síðan hefur sko Vinstri græn, það er ekkert eftir af þeim. Þau voru 7 ári ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum út á ekkert. Ísland úr NATO herinn burt og svo eru þau á NATO-fundum og herinn kjör og allt annað eftir því. Það er óvissa í Evrópu. Það er óorð á stjórnmál. Það er óvissa í Evrópu. Verkefni er hins vegar það mikilvægt að það er eðlilegt að þjóðin kjósum það. Þú ert svolítið efins hvort að þú myndir vilja sparka dollunni aðeins áfram niður veginn. Já, ég segi þér það að árið 2012 þá var mér boðið á svo kallað Baltic Assembly. Þá var ég löngu hættur sem utanríkisráðherra og hættur sem sendur og gafmenni. Til þess að svara spurningunni í fyrirlestri Europe, what is wrong with it? And why the hell don't you fix it? Þetta var efnið og erindinu. Baltic Assembly er svona Norðurlandaráð þessari 3 Eystrasaltsþjóða. All right. Það sem ég var að gera var að segja, sko, Evrópusambandi brást algjörlega í viðbröðum sínum við hruninu og nú eru ákveðin vandamál og ákveðin spurningar sem að verður að svara, í hvaða átt allar þetta þróast. Núna er Evrópusambandi alveg forystulaust. Sko, það var alltaf kyrjaður kóri. Mamma Merkel átt að vera einhver mesti leiðtogi sem getur. Hennar minnismerki er það að hafa gert Þýskaland og þar með Evrópusambandi algjörlega háð Rússlandi Pútins í bæði olíu og gasi með orku sem er lífblóð hagkerfisins. Þegar ég flyt þessa ræðu og að prófókera þá þegar ég vil fá umræður.
þegar ég gekk út bildinu var dauða þögn. Forseti tilkynnti að nú eru vegna breyttra flugferða þá hérna inn og þessir forysturíkjanna að fara á braut og hérna þeir bara þorðu ekki að horfast augu við þetta. En svo ég skrifaði nokkra greinar í baltnesku pressuna þetta en það var bara þögn. Þetta mátti ekki sko. Ég skil það að þetta var þeim svo mikilvægt að vera búin að konsolidera eða styrkja fest í sessi sitt sjálfstæði með Evrópusambandsaðild að þeir sko létu ekkert segja sér það að það hefði verið það var bara björgun. Það var að vera hlutinnar glæstu sögu sjálfstæðisbaráttu þessara ríkja. Það var Evrópusambandið. Það var hvíti riddarinn sem að hjálpaði þeim að tryggja sér sjálfstæði. Sem komið nútíman til okkar, eitthvað svoleiðis. Ef að Úkraína hefði haft vita á að gera slikt í sama, þá ekkert stríð. Herðu, en aðeins í sambandið að þau erum að tala um Evrópu og Evrópusambandið og stöðun á Evrópusambandinu. Það hefur verið náttúrulega gengið svolítið fram að fólki við að horfa á Evrópu leiðtogann að sleikja upp Donald Trump og einhver leiti afhjúpar það veikleika Evrópu sem raunverulega hefur ekki þurft að móta sér utanríkisstefnu áratugum saman og kannski ekki vilja það vegna þess að það ekkert séð að ef að allt hringborðið sest niður og allt að móta stefnu að þið náu því sko. En það hefur verið svona með viðvera Bandaríkjanna og að Bandaríkja taki að sér sko öryggismálin að þá hefur Evrópa bara sætt sig við að skotta svona eftir Bandaríkjanum í öllum málum. Og samt álykta hvað eftir annað og samþykkt að móta sér sérstakas varnar og öryggisstefnu samþykkt að búa til Rapid Reaction Force svo kallað, það segja hraða hersveiti sem væri til dæst með hraði til þess að bregðast við áreitni sko það búið að vera að tala og koma með hugmyndir en vegna þess að eftir stendur að þegar Sovétríkin eru fallin og NATO stendur fram fyrir því óunnurinn horfin að þá er spurningin, ætlar Evrópa að vera undirverktaki í utanríkispólitík Bandaríkjanna? Þeir hafa verið það áratugum saman. Já, og svar þeirri spurningu er að það er óbærilegt, það er sko af og frá að það séu hagsmunir Evrópu. En Evrópa getur ekki komið sér saman aðra stefnu, er svo háð Bandaríkjunum að þeir verða að hlýða því. Og ef við ímyndum okkur að Bandaríkjunum myndu draga sér tilbaka að þá er ekkert endilega víst að Eystrasaltslöndin og Portúgal komið sér saman sameiginlega öryggisstefnu. Ég er bara ekki þessu það er bara ekki reynt á það. Það hefur ekki reynt á það, nei. En sko það eru 2 kjarnorkuveldi svo kölluð, eða voru í Evrópusambandinu, Frakkland og Bretland er nú farir. Frakkland stendur eftir með sem kjarnorkuveldi. Það auðvitað, sko, það er ekki svarir við kjarnorkuvopnabúri Rússa núna, fjarri því. En að það má ekki vanmeta það. Evrópa er moldrík. Evrópa er stærsta fríverslunarsvæði í heimi. Evrópa er með bestu lífskjör í heimi, betra enn í Bandaríkjunum raun og veru fyrir allan almenning, miklu betri. Og það er ekkert það sem Evrópa getur gert sko, menn segja hún hefur dregist aftur úr í tækniþróun þar hafa Bandaríkin sko, með undir forystu einkageirans sko, skara fram úr í að móta lykilatriðin í digital teknológíu og gervigreind og svo framvegis. Ætlar einhver að efast það að Evrópa hafi burði til þess að skeppa við Bandaríkin og Kína á sviði hátækni? Ég efast ekki það eitt augnablik. Ég bendi á hérna. En til þess að gera það, ég meina Evrópa vann Airbus vann bók. Já, akkurat það sem ég ætla að vinna. Nú, fyrir ekki. En ég meina þetta er ákvarðanir sem eru teknar í gamla góða Evrópusambandinu. Já, það er rétt. Ég sé ekki alveg að þetta vonda Evrópusambandinu. Það er eitthvað getur til að taka svona ákvarðanir. Það er búið að taka ákvarðanir, þá eftir að framfylgja þeim. Það er búið að Evrópa hefur sett sér það stefnu að vera að koma sér upp sjálfstæðri getu til að tryggja öryggi sitt og varnir. Það hefur reynt á það. Nú er stríð hérna á landamærum Evrópusambandsins í Úkraínu búið standi í 4 ár. Það er jafn lengi og heimsstyrjaldi var. Það er því.
og hvað? Fundir, samþykktir, ályktanir. Evrópa hefur unnið þetta stríð á hverjum fundinu og fættur öðrum, en samt versnar alltaf staðan á vígvöldinu. Já, og það eru þetta það vonamenn verið orðleysir þegar það kemur á daginn að friðartillögur frá forseta Bandaríkjanna gætu hafa verið samdar í Kreml. Sem sennir að hingað og ekki lengra. Evrópa getur, en ríkin í mið- og austur-Evrópu og Eystrasaltsríkin, þau halla sér að Bandaríkjónum af því að þau töldu sig hafa þar skjól. Trump sagði, ef það brýst út eitthvað þannig í þessum Eystrasaltslöndum, hvað þau heita það er ekkert víst að ég nenni því. Og þá vita þeir það. Það er svakalegt sjokk hjá þeim. Svakalegt. Því að ég meina þessi lönd hafa, þóttu þú hafi verið að tala að þú mægir ekki tala illa Evrópusambandið á fundum hjá þeim, að þá hafa þau fyrst og fremst hort að því að öryggishagsmunir er alltaf efst á undan efnahagslegum. Í öryggissjónarmið þá horfa þau fyrst og fremst til Washington, ekki til Brussel. Og ef að Brussel kemur til yfir að segja, nei, við skulum bara sjá öryggið. Ég meina, þeir fagna ekkert endilega, þeir hugsa bara, erum við virkilega í svo slæmum málum að við verðum að treysta Brussel. En aðtöða eitt Gunnar Smári, ef við hugsum fram í tíma næstu 2 áratugi í samhengi þeirra breytinga sem eru að hvolfast yfir okkur, eitt af þeim loftslagshlýnunin og breytingarnar í því og sem sé hér á norðurhjara sem mun gerbreyta öllu umhverfi í nær umhverfi okkar. Eitt nú það sem að gerast á Grænlandi og síðan það sem að mun breytast ef að siglingaleiðin fyrir vöruflutninga og allt frá Kyrrahafi til Atlantshafs breytist á þann veg að það geti sæmilegu öryggi farið norðurleiðina, þá er niðurstaðan þessi. Arctic Council, 8 ríki, svo Rússland, svo Bandaríkin, Kanada og Norðurlönd. Hver? Ísland, Noregur, fyrst og fremst. Og Danmörk gegnum Grænland. Það verður eða Grænland sjálfstætt ef við okkur auðvitað að halda í Norðurlandaráði. Já. En þetta þýðir að svo þetta ekki í líkingu. Arctic Council sem að Ólafur Ragnar er í forsæti fyrir samtökunum til þess að halda því lifandi voru til þess hugsuð og til þess voru þau að starfi að reyna að koma í veg fyrir að þarna yrði stórvelda keppni þessar ríkulegu auðlindir og þarna færi allt fram með samkomulagi undir lögum og rétti og þeir eru ekki deilur og sem eru leista með hervaldi. Þetta er alltaf leist. Trump hefur bara ekki áhuga á þessu. Já, það er ekki áhuga á þessu. Og þetta Arctic Council er búið að vera, Rússa fara bara sínu fram. Carney, kanadíski, sem er nú greindastur leiðtoga núna sýnilega, mun halda, hann vil halda tengslunum við Evrópu og boðar bandalag svona miðlungsríkja gegn ofurveldi þess Bandaríkjanna og Kína. Hann verður bara að draga úr vægi viðskipta og tengsla við Bandaríkin. Svo hann lendi ekki í sömu stöðu og þú veist að lýsa merkilega lendi með Þýskaland. Hann sé bara háður vonda heimsveldinu. Þannig hann hleypur út allan heim og ég held að sé búin að gera 6 eða 7 viðskiptasamninga bara síðustu 4 mánuðum. Aðeins að því að sagðir að NATO hefði verið sigursaga. Þú kannast við hugmyndina það að NATO hafi verið 3 markmið, halda Rússum úti, Þjóðverjum niðri og Bandaríkjum inni. Bandaríkjum fara út, Þjóðverjum rísa upp og Rússar inni. Þú sagði að þetta væri stórkostleg sigursaga. Já, það tókst. Og þetta er allt sem að fari. Allt farið. Og það þýðir að Evrópa á engan að kosta völ annara en þeirra að fara nú að sinna af alvöru og framkvæma í alvöru þær ályktanir og samþykktir sem þeir hafa gert það að koma sér upp sjálfstæðri getu til varnar og öryggis. Við getum orðað þannig að þeir þurfa að koma sér saman til þess að ákveða hvort að sér samstaða til þess að gera þetta. Því það eftir að koma í ljós. Eitt að skrifa eitthvað á blað
í einhverju allt öðru umhverfi þegar raunverulega Bandaríkin eru verndarvængurinn, en þegar það er ekki, þá á svolítið eftir að koma í ljós hver er viljið þessara ríkja og það stjórnvöldin eru mjög ólík. Það eru ýmsir kostir þar í boði. Ef eitt ríki skæri sig úr, sko, það er nú farið að taka fleiri ákvarðanir sem að skipta miklu máli með meirihluta atkvæðum. Ef að Ungverjaland til dæmis væri með uppsteytt, þá kemur að því að Ungverjaland verður rekið úr Evrópusambandinu. En í næstu kosningum þá þetta henda Slóvakíu þar á eftir það er standa vonið til þess að í næstu kosningum komi viðráðu hæfir menn við stjórnvölinn aftur í Budapest. Sko, 1-2 ríki geta ekki stöðvað meirihluta vilja bandalagsins. Eystrasaltslöndin náttúrulega þá er ekki að spyrja Pólland og hérna að þér varðar óttan og skelfinguna sem stafar af Rússum. Sko, það skilur það enginn í raun og veru sá sem að hefur sko verið þar og verið þar með þeim. Ég kendi nú þar við háskóla í 2 ár, bæði í Íslandi og Litháen, og þekki þarna enn marga svo að kynslóðaskiptin séu auðvitað að fara fram. Sko, Ísland, þjóðhátíðardagur, hersýning frá morgni til miðnættis, linnulaus, allur almenningur og hlíðarlínunum og sko, þú gerir grein fyrir því að það er heil þjóð þarna, hún er vísu smá, hún er rúmlega 1 milljón, en hún segir aldrei skulum við aftur að gripna í bólunu. Óttið við Rússland er bara, fólk rekkur upp á nóttinni. Við erum bara allt annars þar. Við erum annars þar, já. Ég meina, þetta eru þjóðir sem hafa bara kynnt í eða 5% landsframleiðslu í hernaðaruppbyggingu. Rússar er ekki að fara að taka austurði. Það bara er ekki að fara að gerast. Þannig það var eiginlega bara fráleit afstaða út frá öryggishagsmunum Íslands að við færum að eyða 5% landsframleiðslu okkar í hernaðaruppbyggingu. Við erum ekkert að gera það. Ef að samgönguáætlun heitir allt yfir hérna varnaráætlun, þá mega breyta nafninu. Götum það kannski aðeins breiðari svo að sé hægt að keyra skriðdreka. Já, akkurat. En eftir sem áður að það er svo ólíkir hagsmunir. Ég meina, Írarnir eru með það sama. Þeir sjá ekki fram á innrás Rússa. Þannig að þeir ætla ekki að fara að breyta öllu sínu, taka peninga úr velferðarkerfinu og sitja yfir í varnarmál, brjóta niður og skapa óöryggi innanlands í félagslega vandamál, bara af því að sko Eistar og Pólverjar óttast Rússa. Þeir ættu nú sérstaklega að gera það, Írar, vegna þess að þeir eru orðnir að skattaskjóli. Þeir njóta þess að þeir tala ensku, þannig að tækni reisandi bandarísku setja niður höfuðstöðvar og nafninu til í Dublin og til þess að þurfa ekki að borga neitt skatt. Það er skattur og fjármagnstekjur er svo lægst í ég veit ekki hvort hann er svo lægst í heiminu, hann er mjög lágur, hann er vissulega þess veriði að fyrirtækin hrúast þar inn. Írar hafa tekið stökk upp á við í þjóðarframleiðslu á mann, lífskjörum etc. Og þeir hafa vel efna á þessu að leta eitthvað í pútti við að vera í Evrópu. Við erum herlaus þjóð, vorum það frá upphafi, höfðum þann fyrirvara og Ísland er bara í NATO vegna þess að það var eins og Jósef Lund sagði, framkvæmdastjóri, það er fljótandi flugmóðurskip á miðju Atlantshafi. Sá sem að ræður Íslandi, hann ræður Atlantshafinu og Atlantshafið er aftur orðið hernaðarlega gríðarlega mikilvægt eins og það var á stríðsárunum og það eru þær staðreyndir sem að við verðum að ganga út frá. Ok, þá komum við að Íslandi og þá skulum við taka annað atriði sem er varnarsamningurinn. Við erum út frá Washington þeir skilgreina okkur bara á sínu áhrifasvæði. Við erum með varnarsamning sem að segir í viðbótinni að bandaríski herinn geti skilgreint til eitthvað neyðarástand og mætt bara. Þar er svo bara ræðum það seinna hvort það hafi verið réttað í staðið eða ekki. Ef að við erum að fara í gennum Evrópu umræðu á Íslandi, þar sem að öryggismálin spila stóra rullu, eins og sumulitir má heyra af þér. Hvernig horfið það við Bandaríkjunum? Að ef Ísland, sem er áhrifasvæði Bandaríkjana, er að fara að leita öryggisskjóli í Evrópusambandinu. Heldur að þeir segja sem svo, já, þeir með að bara hafa þetta eins og þau vilja Íslendingarnir?
eða heldur að þeir segi nei, við erum að hafi ekki hlustað okkur talað Grænland og hafi ekki heyrt Rutte þegar hann var koma á fundunum við Trump. Þá sagðist hann að horta á norðurslóður í heildstæði mynd og nefndi alls konar lönd meðal annars Ísland. Og hér var hann ekki bara að rugglaðist á nöfnum? Ég veit ekki akkur, en Rutte sagði þetta. Kannski var það eitthvað svona tækni að minnka hitan í kringum Grænland að vilja ræða við Trump svona í víðu samhengi og ég meina þú kannast það. En allavega nefnda það að framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins var að benda á að í gegnum núverandi kerfi væri hægt að tryggja Bandaríkjunum sína öryggishagsmuni sem að þú lýstir ágætlega, sem er það að verða að hafa Ísland og Grænland út af sjóluðu núna og til þess að það sé ekki bara hægt að renna kapottum og fleiri upp að austurströnd Bandaríkjanna. Þú spurðir sko, láta Bandaríkin bjóða sér þetta? Höfum við sjálfstæði í að taka ákvarðanir í öryggismálum? Og þau mun náttúrulega svígjast einskis ef að, eins og það var sýnt, ítt og breytt heiminn, ef þeir líta svo á að öryggishagsmunir Bandaríkjanna krefjast þess. Það eru engar vinaþjóðir til, sagði Kissinger, það eru bara til hagsmunir. Og þannig er það og þá ekki að blekkja sig með það. Það er ofsnefnt að segja að þessi rupture, sagði Carney, Kanadamaðurinn, það sem hefur gerst er rupture. Það er svona árekstur er þetta en ekki endanleg, við erum aðeins að bíða hvernig það þróast. Er þetta endanleg samningsslit milli Evrópu og Ameríku? Verður það svo eða mun Evrópuleiðtogunum takast að smjadra eitthvað svo fyrir manninum í Hvíta húsinu að það verði látið kyrrt liggja sem sé. Og það sé hægt að treysta á Bandaríkin sem bandamann? Það er ljóst að en það er svo mjög bundið persónu manns. Hvað á hann eftir? 3 ár á kjörtímabilinu? Hvað gerist innan þessara 30 ára? Það getur mikið gerst, það er mikið gerst á einu ári. Ég held að sé spurningin val milli Bandaríkjanna og Evrópu. Við erum auðvitað Evrópuþjóð. Við erum upprunnir í Evrópu. Okkar menningar er norræn menning og það til Evrópu. Þjóðfélag okkar, pólitíkin á Íslandi er tvennt. Viljum við vera skrípamynd af amerískum kapitalisma, önnur í streind, eða viljum við vera norrænt velferðaríki? Og við Íslendingar vilja vera norrænt velferðaríki þó að einhver nýrík elíta sé óð og uppvæg á Reagan Thatcher Bandaríkja línunni. Þetta er pólitík. Og ég segi það er ekki spurning það að okkar náttúrlegu bandamenn eru Norðurlönd, Eystrasalт sem er regjón í nánu samstarfi við Evrópusambandið. Komumst við upp með það? Veit ekki. Þurfum við að beita svona einhverjum diplomatískum klækjum? Kannski. Þetta er miklu flóknari skák. Það sem þú átt að spyrja sjálfa þig er að verða rof á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Já. Þú hefur aldrei sagt þessa setningu bara frá því þú fæddist. Nei, það er rétt. Og ég hef ekki náð, þú er ekki sagt hana í október eins og því. Þetta er bara, það er að verða þessi skil og þau eru svo röð að menn jafnvel kasta þessu upp. Á ég að horfa á framtíðar öryggi Íslands út frá því að þetta rof get orðið og hver verður þá staða okkar? Þá segja Bandaríkjamenn það var á sjónum í Kanada, þegar komu súpukjötsbitarnir, þá gerðu kallar svona og mertu sér þá með að setja munnvatnið á það. Og þá gerðu Bandaríkjamenn og segja, ég á Ísland og ég á Grænland. Já. Og bara ekki láta ykkur detta í hug að þið hafið eitthvað með það að gera.
Nei, ekki ef að Sömuleyti erum við að sigla inn í svona stórvelda heim. Við erum að sigla inn í svona stórvelda heim. Já, þar sem að stórveldin telja sig geta valið bitana. Og þú sérstaklega þegar þú bætir því við hvernig stórvelda kapplaupið mun færast nær okkur á norðurslóðum. Já, þannig að framundan eru alveg gríðarlega verður gríðarlega vandratað fyrir eina herlausu smáþjóð. En það er snemmt að segja að valið sé svona sterkt ef við höfnum Bandaríkjunum sko, þá beita þeir valdi. Það getur þrátt fyrir allt náð samkomulag að valdið yfir Atlantshafinu það var það ekki bara Ameríku, það var það líka Evrópu og hugsanlegt að það sé hægt að semja það. Já, en nú þetta stjórnvöld í Bandaríkjunum horfa líklega á þannig að það er ekkert umsemjanlegt. Það er rétt. Þetta eru okkar öryggishagsmunir og ég ætla ekki að semja þá sko. Já. Þetta er línan sem hann segir þetta, hann sagði þetta ekki bara í Davos, hann segir þetta 2 á dag. Já. Og þeir eru voru að gefa út nýja varnar skýrslu og þetta er bara endur tekið aftur og aftur. Er ekki komið fram tillaga í senatinu í Bandaríkjunum um að byrja feril að flæma hann út úr Hvíta húsinu sem óhagan? Já. Það verður. Sko, Trump er ekkert, Trump er að vísu svona fasteignabraskar í New York og mislukkaður fjárglæframaður. Hún er furðulega lífseig sagan það að ólígarkar í kringum Pútín hafi reddað honum frá gjaldþroti og þess vegna eigi Pútín höng upp í bjallið á honum og það þarf einhverja skýringar á því hvers vegna forseti Bandaríkjanna er besti bróðir einræðisherrans í Kreml. Ekki nema því við byrjum að tala áhrif nýfrjálshyggjunnar að í Rússlandi er ríkisrekin ólígarkismi. Bandaríkin eru meira með orðið þannig. Þetta eru bara skildur, sækir skildan heim eða hvernig þetta er orðið. Líkur sækir líkan heim. Milljarðamæringarnir í Davos sem við byrjum þetta samtal á komum því til skila að 3 ríkustu auðkjöfingar Bandaríkjanna núna sem allir eru í nýtækninni í meiri auð heldur 160 milljónir bandaríkjamanna annara bara þessi 3 einstaklingar þannig að þetta er meira grótesk það er ekki svona svart í Rússlandi. Ekki svona svart? Nei, það er ekki svona svart. Það er engir 3 sem eiga Pútín hefur passað upp á það. Það verður engin nógu sterkur. Þetta er náttúrulega og líka að við erum lifið þann tíma að þessi auður honum verður aldrei fyllt jafn mikið vald ekki á tímum sem ekki bara frá því fyrir kreppu eða eitthvað sko. Hverju munu eiga róbótana? Auðmennirnir. Hverju munu eiga fjölmiðlarnir auðmennirnir? Hverju munu eiga stjórnmálin auðmennirnir? Hverju munu þar nægt eiga dómskerfið auðmennirnir? Já. Við erum svolítið þar í Bandaríkjunum. Já. Viljum við vera í þjóðfélagi? Nei, við erum Evrópumenn. En að því að þú varst nú í... Þú ert að segja sko, en það er ekkert víst að vera tekið til þess. Við verum ekkert spurðir og það getur vel verið. Það var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla skoðanakönnun í Venezuela, heldur bara flugmóðurskip, þyrla, hersveit og ráðist inn í forsetahöllina. Og það er kannski gert samkomulag við ráðastéttina? Alla voru þessi skipti á höfuð stjórnarinnar voðalega friðsamlega eitthvað. Þannig að við erum með... Þegar gerðu þetta í Chile þá framdi alíjandi sjálfsmorð áður komast til þess að drepa hann. Og svo fóru þeir og drápu bara alla vinstri menn sem ekki náðu að flýja frá Suður-Ameríku áratugina þar á eftir. Þeir voru margir. Þeir eru ekki hugmyndastýrir, þeir bara drápu vinstri menn. Þeir fengu margir atkvarf í Svíþjóð, flóttamenn það. En við snúum okkur að Bandaríkjunum, því að nú erum við að draga svona svolítið svarta mynd af Bandaríkjunum. Og það hann er með þróun, hann er að reyna að bæla niður háskólana og háskólana sem er lítið kynnti, hann er með gríðalegt inngripin í fjölmiðlana,
Hann hérna reynt að stýra dómskerfinu þannig að hann nái sínu fram. Hann talar að taka að svona hinn borgarlegu réttindi eru ekki almenn, það hafi ekki allir aðgang að því, þú þarft að vera réttur hérna Bandaríkjamaður og hann ætlar að skilgreina, hann svona þjóðurnis sinni sem að skilgreinir svo hverjir ekta í þjóðinni, aðrir hérna horfa fram á það að bara missa réttindi sín, hvort sem að eru samkynniðir eða transfólk eða innflytjendur eða eitthvað fleira. Þannig að Bandaríkin eru á gríðanlegri hraðri leið í áttina að einhverju sem að minnir óþægilega á fasismann í Evrópu og Miðlífstísárunum, en við erum að hafa í huga að fasismin Jim Crow í Suðuríkjunum náttúrulega bara dæmi aðskilnaðarstefnu og svona hálf fasist samfélag. Þannig að þetta inngróið hjá þeim líka. Já. Hvert sérðu hérna þróun Bandaríkjanna? Hversu langt geta þið farið eftir þessu? Eða einhver viðspyrnukraftur inn í Bandaríkjunum sem mun stöðva þessa þróun? Sko, fyrsta svarið að mig undrar það stórlega þegar hér komið sögu að stjórnarandstaðan, demokrataflokkurinn, ekki komin fram með trúverðugan leiðtoga á þessu umrótskeiði til þess að bjóða upp á alternatífið að verja stjórnarskrána og réttaríkið og mannréttindin. Ég spyr á hverjum degi enginn að koma fram. Ég sé það ekki, altså gamli maðurinn Bernie náttúrulega ekta sósíaldemókrat en frá einu fámennasta ríki Bandaríkjanna, en hann orðinn gamall og syns ég, niðurstaðan svo að hingað til er ekki komin fram neitt Roosevelt, neitt alternatív til þess að stöðva þessa þróun. Og hún hefur verið sko alveg eiginlega frá Reagan, undantekningunni Bill Clinton að hluta, en hann samt sem áður ábyrgur fyrir því að hafa að lokum afnumið alla löggjöf sem að Roosevelt kom á til þess að beisla kapitalið og hleypa því lausu. Hann ber mikla ábyrgð á hruni fjármálageirans. Hann kallaði það nútímavæðingu. Já, hann og Blair töluðu nútímavæðingu, já, það rétt. Hvers konar þjóðfélag Bandaríkin? Það er stéttskiptasta þjóðfélag meðal vestra, ef við berum það saman við vestrænar þjóðir. Það er mest misskipting auðs og tekna, hún orðin gríðarleg. Yfirstéttin, fjármála yfirstéttin, bandaríska, ræður þar algjörlega lögum og lofum. Lobbyistar stórfyrirtækjana skrifa löggjöfuna. Enron sem spilt fyrirtæki, fjarskiptafyrirtæki og fór á hausinn fyrir nokkrum árum. Það hafði skrifað eiginlega alla löggjöfuna, forstjórandi þar hafði skrifað alla löggjöfuna. Sem þó brutu. Já, sem þó brutu. Lýðræði, þáttaka í kosningum í Bandaríkjunum afar lág. Republikanar ráða 17 fylkjum og þeir gangfara hamförum í að setja lög til þess að torvelda það að minnihluta hópar geti neitt kosningaréttar. Þeir breyta skipulagi fulltrúarás kjördæmanna til þess að koma því svo fyrir að það sé ekki hægt að losna við republikana og demokrater ekki sjans. Umræðan í Bandaríkjunum, hún fer fram það hver borgar mest í neikvæðar auglýsingar sem nýða mannorðið af andstæðingnum. Hæstiréttur úrskurðaði það að fjárframlög, hann afnam öll takmark á fjárframlög auðtjúinga því að þetta þeirra málfrelsi, sko. Peningarnir hafi borgarlegi réttindi. Já, peningarnir hafi borgarlegi réttindi. Fátækt í Bandaríkjunum sko að vera, hún gríðarleg, sko, liðið sem húsnæðislaust út á götum. Eina ríkið í heiminum
sem svona moldaríkt sem að býður ekki upp á vísi að almannatryggingum. Jú, þú getur tryggt þig í gegnum fyrirtækið, en ef fyrirtækið til dæmis segir þér upp, hvar ertu þá? Ef fyrirtækið fer á hausinn, hvar ertu þá? Syns ég, education, menntun, hverjir kosta hérna grunnmenntunina? Það eru héraðin, sveitarstjórnirnar og Bandaríkin eru þannig að henni ríku búa í víkirtum hverfum, þar fínir skólar, henni fátæku búa í slömmum og þar eru skólar þannig að þeir eru ópjum, þeir eru eiturlaugabæli og svona vopnaðir verðir ógna skjóta hverju hérna nemendur eða kennarar ef að drepið á skólalóðunum mörg hundru manns núna á senastu árum. Þetta ekki glæsileg lýsing á þjóðfélagi. Þetta ekki þjóðfélag sem við viljum sjá, Evrópumenn. En þetta gríðarlega valdamikið samfélag. Gríðarlega. Þetta afburða stæðsti herinn. Getur umlega farið sínu fram, meira og minna þegar fá náttúrulega ekki allt sem við vilja, en geta eyðilagt alveg óvandarlega mikið. Já, ég var sendiherra í Bandaríkjunum, reporteraði ég reglulega og þar voru gefnar þjóðaröryggis áætlanir eða skýrslur. Og þá var það forsendan að Bandaríkin yrðu að verja til hermála, nægilegu fé til þess að geta háð sameiginlega tvær styrjaldir í senn, alveg full-scale styrjaldir og í geimnum líka ef þyrfti. Þá voru framlög Bandaríkjanna til hermála helmingurinn af því sem öll önnur ríki í heiminum verður til þeirra mála. Og með Reagan sem þá náttúrulega byrjaði þetta ferli og þannig að Bandaríkin eru vígbúin alveg to the teeth og ég vitna aftur í Carter sem sagði Bandaríkin hafa bara 16 ár hérna og í tilveru sinni haft frið fyrir styrjöldum. Við vitum ekkert það, við erum lengur búin að gleyma því hversu oft Bandaríkjamenn hafa framfylgt Monroe-kenningunni og beittu valdi til þess að skipta stjórnir í Suður-Ameríku. Það oftar heldur en ég kann að muna. En finnst þér skynsamlegir ráðstöfun að vera með varnarsamningu þetta ríki? Já. Svelgist ákafli grandir sem að... Þú er ekki átt auðvöld með að svara, erfitt með að svara þessu 1960? Nei, og ekki 80? Nei, vegna þess, hérna, 1940, eftir stríðið, íslenska lífveldi stofnað, því yfirlýst eftir 1918 sem ævarandi hlutleysi, okkar utanríkispolitík, herlaus ævarandi hlutleysi. Stríðið kendi okkur þá leksju að það var upp í fjöru hjá okkur, stríðið. Þýski kapótahernaðurinn gat ráðið úrslitum það hvort að Arsenal og Democracy vopnabúr lýðræðisins í orðum Roosevelt myndi komast til meginlands Evrópu og til Múrmansk, til Rússlands þeir bjuggu hérna Rauðaherinn sem lagði 20 milljónir mannslífa í það stríð gegn nazistum. Hérna eftir það ég sagði einhvern tímann Bjarni Benediktsson, árið tala eldri, sem var frumkvöðullinn af því að taka af skarið það að aðild að NATO á sínum tíma, það er að segja Bandaríkjamenn sóttist eftir því sjálfur, þeir vildu fá Guantanamo Bay 90 til 99 ára á Íslandi. Ólafur Thors kom í veg fyrir það í ríkisstjórn með kommunistum og síðan hérna var niðurstaðan svo að fara í NATO og með þessum fyrirvara aldrei her á friðartímum á Íslandi og bandalagið væri þess viðurkenndið sérstöðu Íslands að því leyti að það væri herlaust land. Það var rétt ákvörðun og Bjarni gekk í gegnum dauða og djöfulskap á landráðamaður og svikari, sonur hérna Bensa gamla sem gat varla skrifað undir samningin 1918 því að hann var svo harður gegn dönum.
Já, og ég er bara að reyna að koma því til skila að ég met þetta hugrekki Bjarna að standa í stafni þessa ákvörðun. Hún hefur reynst vera rétt. Og ennþá þannig að við erum með varnarsamningu þetta ríki sem varst að lýsa hérna áðan. Hvað annað? Ef við segjum upp? Sko, Ísland hefur ekki, við ráðum ekki hérna innanríkismálum Bandaríkjanna og höfum ekkert það að segja. Og við höfum fylgst með hvernig Bandaríkjana fóru hafa farið gagnvart Grænlandi og hvernig hafa farið gagnvart öðrum löndum og það er orðið svona, þetta er eiginlega ákvörðun það að vera í liði með búlíunum. Við vonum að hann slá okkur ekki. Já, það er mikið til því. Formlegt samkomulag við búlíun. Það er mikið til því og það staðfestir að það er rétt sem Kissinger sagði. Það er engir vinir, það er bara hagsmunir. Hann sagði líka að það er slæmt að vera óvinnu Bandaríkjanna. Það er ennþá verið að vera vinnu þeirra. Sagði hann, það er rétt. Herðu, en aðeins eitt í lokin, af því að við erum að tala breyttan heim. Uppgangur Kína og fleira. Sérðu fyrir þér að Evrópa, eitt af því sem hún þarf að taka ákvörðun þarf að taka ákvörðun sjálfstæðu öryggisstefnu, sjálfstæðu utanríkisstefnu. Sérðu fyrir þér að Evrópa taki einhvern veginn aðra afstöðu gagnvart Kína og horfi öðrum augum á Kína heldur en Bandaríkin gera, sem horfa á það sem eiginlega samkeppnis heimsveldið og eru til í að fara í átök við nánast hvað sem er. Sérðu fyrir þér að það geti verið bara upp á sjálfstæði í Evrópu að hafa aðra stefnu gagnvart Kína, ekki elta endilega Bandaríkin í því að Kína sé okkar náttúrulega óvinnur? Ég er þeirra skoðunar að þjóðarhagsmunir Evrópu eru aðrir en Bandaríkjamanna. Mér ofbýður þessi árásargjarni stríðstónn það að skilgreina Kína strax sem óvinn túðu tíð. Sko, það mun reyna á það fljótlega. Sko, Tævan, ætla Bandaríkjanna að verja Tævan tegnum þykkt og þund. Þar verður stríðstilefni. Ég er þeirra skoðunar að Deng Xiaoping, leiðtogi í Kína eftir Mao, sé einhver merkasti stjórnmálaleiðtogi síðustu aldar sem getur. Hann vann þau afrek að stöðva dellumakari í Mao sem ég til að hafa verið geðveikur og það er auðvitað vont skáld. Hann hérna... Þið hefur verið fullitt hérna við borðið að Mao, hefur verið fullitt af Kína sérfræðingur hérna við borðið að Mao sé þvert á móti afburðar skáld. Já, hann er það ekki. Hó Chi Minh var betra skáld. Já. Ég hef það eftir sérfræðingum í frönskum skáldskap. Hérna er aðalatrið þetta að Deng Xiaoping, hann sagði í 10 línum, þeir sem að rækta jörðina skulu hér eftir fá að selja afurðir sínar í nærliggjandi borgum og allt í einu bara blómstraði Kína. Áður hafði verið hungursneyð og allt í einu blómstraði Kína. Svo sagði hann, við gerum tilraunir hann fekk vink frá Norðurlöndum hann hefði vel tök á því að leyfa einhvern markaðskerfi að stíga þarna fæti. Hann kom á tilrauna svæðum með erlendri fjárfestingu, innvæðingu og auðvitað undir pólitískri stjórn og undir, niðurstaðan af því sem að þessi maður kom fram er að 700 milljónum manna var lyft upp úr miðaldafátækt til bærilegra lífskjara. Þetta er ójafnanlegt afrek, þetta hefur enginn unnið. Ég ber hann saman við Gorbatsjov því að báðir stóðu þeir frammi fyrir gjaldþrota kommunisma sem arfleið og Gorbatsjov verður því miður, hann verður að viðurkennast, hann hafði ekki hugmyndirnar, hann hafði ekki... Það er engin uppskýra í honum, hann er með enga uppskýru. Nei. Því miður. Jú. En Deng Xiaoping er með mikla uppskýru. Góður maður, já, etc. En því miður, já. Sko, Deng Xiaoping og sá sem ekki dáist að þessu og skilur þessi umskipti, hann skilur bara ekki neitt í heiminum. Kína er 5.000 ára gömul siðmenning. Miðríkið Kína, það er inngróið í genin á því að við þolum ekki valdreifingu í allar áttir því að Kína leysist upp.
Kína verður að hafa miðstjórn og Kína, það alveg sama hvað mann segja það svoleiðis. Og Kína svo sem tók við nera brót, það segja ríkjum sem voru í nálaðinni þurfa að borga skatt til stórveldisins. En sannleikurinn sá að Kína í þessi 5.000 ár, þá voru Kína ekki mikið í styrjöldum. Kína hefur ekki hótað neinum styrjöld, nema innan marka ríkisins af því að þeir segja að Tævan er kínverskt land. Eins og Tævanir hafa reyndar sagt líka sjálfur allan tíman. Að það er bara þessi flokkur sem núna við völd sem er með sjálfstæði, af því að flokkur sem hefur lengst af ráðu ríkjum í Tævan er með sömu stefnu að Kína sé breytt. Já, það er rétt. Það er ekki þannig að þetta er sérstök sjálfstæðsbarta. Eru Vestmannaeyjar ekki Ísland? Já, það var kannski öðruvísi ef einhver hefur flúið ángað með sitt. Já. Ef þú kannski flúið þarna 91 til Vestmannaeyja, af því að Davíð vildi ekki ganga í ES. Herðu, en það er gaman að fá þig hingað í spjall. Þetta við lifum þannig tíma að við erum að ræða mikið utanríkismál. Þorgerður Katrín sagði að utanríkismál var innanríkismál í dag, þannig væri það bara. Og við erum að koma út úr tímabilið það sem hefur ekki verið mikil umræða utanríkismál og þess vegna gott að geta sótt í eldri menn sem að kunna hugsa þessi mál. Við gætum verið betri í þessu, það gæti verið öflugur umræða þessi mál á Íslandi. Heldur betur. Við reynum að forma það einhvern veginn hérna við rauðaborðið að leikum hætti. Heyrðu, ég ætla ekki til með að við erum ljúkað þessu að ég segja að ég ætla að óska allir hamingju með viðtalið við hann K.K. Mikið lífandis óskapar tærsnild var þetta. Þú dróst þig svolítið í hlé miðað við það sem venjulegt hann með gítarinn og sko málin sem þau voru að ræða sem eru þetta að númer 1 húsnæðismál Jóns og Gunnu og hann söng það inn í þannig að allir skildu. Hvers konar eiginlega pólitískt ólæsi hefur fólk sem getur ekki einu sinni viðurkennt það að félagslegt húsnæði sem minnstakosti þriðjungur af húsnæðismarkaðnum er sko lífsnauðsyn, það er hverju einustu borg í Evrópu, auðvitað ekki í Ameríku en sko að hafa lagt niður verkamannabústaðakerfi 1999, Páll Pétursson frá Höllustöðum var skemmdarverk, refsivert athæfi. Og síðan var til þess að efna einhver kosningalofur 100% lán búin til sjóður sem endaði í gjaldþroti á skattgreiðendur upp á hvað, yfir 600 milljarðar. Nei, það sem situr eftir að það búið að borga eitthvað slatta, en ég held að það situr eftir sko nála 300 ekki. Og þessi nýjeldsjóði þarna. Já, en sko þvílík stjórnsýsla. Herðu, en að þú nefnir þetta, þá K.K. langar til þess að vera með, fá ráðamenn í viðtal, að vera með gítarinn og einmitt að ræða þessi mál húsnæðismálin. Þannig ég kem því bara til skila að Inga og Kristrún og Ragnar Þór og Davíð Már, að þeir eru velkomin til að koma hingað við rauðaborðið og hitta K.K. með gítarinn sinn. Því hann tilur þetta að vera bara, við ættum ekki að tala neitt annað heldur þetta. Því þetta sé svo mikið mein í samfélaginu að það er eiginlega tilgangslegt að tala samfélagsmál með þetta óleyst sem þetta er. Já, það er rétt. Herðu, Jón, kæra þakkir og ég þakka gestunum sem voru hérna á undan og Sigurður Magnúsi, hann er farin eitthvað út í bæ að horfa á handbolta þannig að við höfum ekki svona spjall sem við höfum annarlega. Ég þakka Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Minni á að það eru sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur sem halda samstöðunni gangandi. Það er fólk sem telur að umræðan sem fram fyrir hér sé mikilvægt í lýðræðislegu samfélagi, ekki síst á svona viðsjárverðum tímum sem við lifum. Ef þú vilt slåst í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2.750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi geta látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En ég þakka fyrir í bili, njótið þess sem eftir að við helginni áfram Ísland, það er einhver handboltaleikur hérna í framhaldinu og svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld klukkan 8.